Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er María Lilja. Komdu sæl og blessuð. Sæl vertu. Hvernig fer það í þig að nú 9 daga hitabylgju lokið? Ég bara vill ekki tala það, Björn. Ég eins og aðrir búin að njóta mín í botn. En það reyndar, ég fann fyrir ákveðnu létti í morgun þegar ég vaknaði og áttaði mig á því að það væri nú ekki sól úti. Vegna þess að ég fundi fyrir gríðalegum kvíða að vera utandyra að gera eitthvað síðustu daga. Öll kvöld, alltaf, ég búin að vera bara einhvern veginn svona út allt. Og ég fann fyrir svona feginleika og ég hugsaði, kannski ég skelli mig bara í bað eða bíó eða eitthvað svona næs í kvöld. Já, ég tengi við þennan þrýsting sem maður setur á sjálfan sig að nú gott veður, þá verður maður að nota það. Einmitt, að þetta eru bara 9 dagar, þá býr maður til eitthvað svona sumarkvíða. Já, einmitt. En svo annað sem að mér finnst líka bara hafa verið í dag, að maður mannskepnan svo aðlögunarhæf og mér finnst að við höfum bara á þessum 9 dögum aðlagað okkur að hitastigi sem við þekkjum náttúrulega vel þegar við förum til útlanda, til sólarlanda og svoleiðis. Og núna þegar ég bara fór út í bakarí fyrr í dag og var búin að vera inni í dálítinn tíma og þá mæti manni þetta venjulega maíveður. Já, ég myndi það er fínasta veður, 12 gráður eða eitthvað. 10 gráðurnar eitthvað svoleiðis. Þá fannst mér bara eins og ég hefur komið til Síberíu. Já. Þannig að maður svo vanur að venjast í góða. Já, þetta gerist hratt og nú erum við orðin góð vön og eiginlega háls svona spillt af því að við sættum okkur ekkert við neitt núna nema yfir 15 gráður allavega en við sumarinu lokið. Ég veit það ekki, Trausti Jónsson veðurfræðingur var í spjalli hjá mér í síðustu viku og þá sagði hann sem að vakti nú svolítið athygli að ég átti mig á því að kannski yrðu þessir hlýju veðurdagar síðustu dagar, kannski yrðu þeir heitustu dagar sumarsins og ég reyndi nú að malda í móðun og segja að það geti ekki verið, það verið bara maí af því að ég og þú við vitum að yfirleitt nú hlýrra í júlí heldur en maí og svona en hann bara satt sinn við keip og það bara, þú veist, það getur bara vel verið að þetta verði hlýjustu dagarnir og við þurfum kannski að bíta í það súra epli en talandi aðlögunarhæfnina, ef við erum fljóta að venjast í hvað gott veður, þá erum við sennilega líka aftur fljóta að venjast skítaveðrinu, það skellur á okkur. Já, ég hef litlar áhyggjur af okkur. Við verðum bara, við stundum keik í hvaða veðri sem er. Einmitt. Það einn bær hér á landi sem að leggur rosalega mikið upp úr veðri og það mikið logið til veður. Mikið rétt. Þessi bær Akureyri og við ætlum að enda þáttinn á spjalli við ansi skemmtilegan fulltrúa Akureyrar. Mjög iðinn fulltrúa Akureyrar, verð ég að segja. Afkastamikill listamaður, einmitt. Egill Logi Jónasson, stundu kallaður drengurinn fengurinn. Hann glænir bæjarlistamaður og ég sem sagt ræddi við hann á Zoom bara lífið og tilveruna og svona hvernig það líka að vera listamaður í norðrinu. Kannski svolítið afskektur, ekki svona alveg í þeirri hringiðu deglu sem að margir listamenn kjósa að vera í og þannig að við vorum svolítið að ræða munn á því að vera listamaður á Akureyri eða Reykjavík eða í Kaupmannahöfn eða París eða eitthvað svoleiðis og nokkuð bara skemmtilegt spjall fannst mér. Nú þar á undan er eitthvað sem kallast geggjuð dagskrá. Veistu út á hvað það gengur? Heyrðu, þetta skilst mér að sé Grímur Atlason að ræða við Oddnýju Eyrum nýafstaðna ráðstefnu eða málþing sem að Geðhjálp hélt bara fyrir helgi og það var glæsileg dagskrá og mikil þörf á en það er víða pottur brotin í málefnum geðfallara og geðveikra. Má maður segja geðveikur? Ég veit það ekki. Jú, ég held það. Já. Ég held að mig segja það. Já, ok. Ég set allavega þann fyrirvara á að ég veit ekki betur. En já, og það er sem sagt, það er sífellt verið að kalla eftir fjölbreyttari úrræðum, fjölbreyttari meðferðum og svona aðeins kannski minni fordómum í garð þeirra sem að veikjast á geði. Já, og Grímur sem þú nefndir, hann framkvæmdastjóri Geðhjálpar og hann alveg ótrúlega góður talsmaður málaflokksins. Það bara í hvert skipti sem hann mætir Rauða borðinu, hann hefur komið dálítið oft, þá finnst manni eins og hann auki skilning okkar. Já, hann gerir það, sannlega. Hann má eiga það. Hlakka til þessa spjalls. Einmitt.
Nú, þú ætlar svo að eiga tvö efni í röð. Annað tengist föngum, ekki satt? Jú, heyrðu, það núna var að ljúka málþingi Afstöðu félagsfanga. Þau fagna afmæli þessar mundir og voru með glæsilegt málþing á Hótel Natura í dag. Skemmtilegt. Já, bara frá morgni til næstu því kvöld. Og það kenndi svo sem ég ýmissa grasa. Ég náði að hlusta þarna á nokkur erindi. Þetta er ótrúlega mikil og góð og merkileg vinna sem að Afstaða hefur einhvern veginn unnið bara síðastliðin ár og það hefur orðin ákveðin vitundavakning í mikilvægi þess að hlúa betur að föngum innan fangelsisana og þú veist fangelsana og leiða þá einhvern veginn svona í betra líf og þannig að útkomi bættari einstaklingar. Og þau sem fluttu erindin voru þau þá bæði úr hópi fanga og þeirra sem standa utan fangelsana? Já, og það var þannig tónlistaratriði frá fanga sem er í afplónun og ég náði á tal við nokkra einstaklinga sem að ýmist voru fangar eða gestir ráðstefnunar með áhuga á fangamálum og það var virkilega áhugavert og skemmtilegt að sjá hvað þau höfðu að segja. Við Íslendingar höfum trúað á betrun en má ekki segja að harkan í heiminum sé að aukast og allt fleiri og fleiri vilji refsa. Svona já og nei, ég held að við séum alltaf átt okkur betur og betur á því að þegar manneskja fremur glæp þá liggja þar einhverjar ástæður að baki og þær geta verið fjölþættar og flóknar og þær ástæður eru yfirleitt eitthvað vandamál í samfélaginu. Eitthvað staðar vantar eitthvað utanumhald, þetta geta verið fjárhags, örðuleikar, erfiðar, félagslegar aðstæður, veikindi, hvað sem er. Þannig að það er svona ýmislegt sem að svona verður til þess að einstaklingar leiðast út á okkur svona hættulega brautir og þá þarf að vinna með þau vandamál í staðin fyrir að læsa þá bara inni og ég held að það voru flesti sammála það að það hefði orðið mikil vitundavakning og meðal annars bara kærum þökkum til Afstöðu fyrir þá góðu vinnu sem þar hefur verið unnin. Já, mjög gott starf sem það verið fróðlegt að fylgjast með þessu. Nú, svo ætlarðu að fjalla Gaza með hvað Möggustínu. Já. Og áður en þú segir okkur frá því, það sem að svona er á fljúandi fart alla heimsbyggðina núna, það eru ummæli bara einhverja venjulegra konu þarna sem að ég held að það hafi verið danska ríkisútvarpið sem að flutti fyrst á frétt, þar sem að bara svona venjuleg borgarleg kona er bara að tala að það þurfa að drepa börnin líka á Gaza vegna þess að annars bara erfist hið illa og maður bara svona Þetta endurspeglar náttúrulega bara viðhorfin sem að koma frá Ísraels ríki og ísraelskum borgurum. Það eru ýmsar ástæður fyrir þessu og ef að maður rýnir aðeins í það þá erum við að tala svona hvað ég var að segja, svona tráma sem að hefur gengið í erfðir. Fólkið sem kemur til Palestínu voru fólk sem sloppið hafði úr helförinni. Þetta fólk er ofboðslega hrætt auðvitað við að lenda aftur í klónum á nasistum. Það sem gerist svo einhvern veginn er að það komast einhver ákveðin öfl þarna inn í þessa hræðslu og ná að svona búa til einhvers konar svona og bara síonismin læsir klónum í þetta fólk og sem elur svo upp sín börn í að hræðast nágranna sína og þetta verður bara svona kynslóð af kynslóð erum við bara búin að búa til einhvers konar svona afmennska í rauninni, arabískt fólk í augum Ísraela. Nú er ég ekki að segja allir sem að fæddir í Palestínu, Ísrael megin, séu hafi og finni fyrir þessum svona, hvað ég var að segja, kenndum í garð Palestínumanna, en það eru ansi margir og það það sem er hryllilegast af þessu öllu og ég held að heimsbyggðin þurfi einhvern veginn líka að tækla það hvernig við ætlum að taka allt þetta fólk sem er svona eins og bara heilaþvegið og held ekki það því að þarna sé raunverulegu ógn. Mér finnst mjög alvarlegt hvernig við erum farin að hugsa börn
og tala börnin á þessu svæði og hvernig við erum farin að líta fram hjá því að þarna eru yndislegar blásaklausar verur. Hver einasti litli einstaklingur heil veröld þess sem hann þekkir. Já, sem okkur ber að hlúa að og við erum með alls konar sáttmála og alþjóðleg lög það að skylda hvers og eins okkar að hlúa að börnum. Það er komin einhver ótrúleg stemning. Það sem hefur kannski haft svo lítil áhrif á þetta og ég allavega þeirra skoðunar hafi verið svona taktískt að við erum búin að vera að horfa á þjóðamorðið í beinni útsendingu í hvað 18 mánuði. Limlestingar og blóðsúthellingar á börnum og fullorðnum og þetta ég tel að þetta sé með ráðum gert að við fáum að verða vitni þessu vegna þess að einhvern veginn á einhvern hátt þá svona hliðrast til einhver mörk innra með manni og þetta hættir að hafa mikil áhrif og það ekki að gera. Maður verður dofinn. Einmitt. En svo koma ummæli eins og þessi og þau vekja allt innra með okkur og þá fattar maður hvað þetta er brjálað og steikt. Já, og maður sér líka að það sem að kveikti kannski einnar helst í evrópsku leiðtogunum, það er þetta að Sameinuðu þjóðirnar gáfu bara út þessa neyðarviðvörun 14.000 börn munu deyja innan 48 klukkustunda ef ekkert verður að gert og það bara svona fór einhver neyðarbjalla hann í gang og allt í einu kviknaði að þetta er svo svakaleg tala og þetta voru bara svona við fengum bara svona countdown í þennan atburð og það er okkar að koma í veg fyrir þetta með öllum ráðum sem við bara höfum. Það voru fróðlegt að heyra spjall ykkar Möggu-Stínu. Þá ekki annað eftir en að kynna bara opnun þáttarins eftir andartak. Ég ætla að ræða við Ólaf Stephensen sem er framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Hann er búinn að vera mjög stóryrtur núna síðan Hæstiréttur dæmdi búvörulögin og mjög stórt neytendamál fyrir okkur og stóra spurningar sem að vaksa bæði minnihluta og meirihluta á Alþingi. Og hvers konar ábyrgðarleysi á sér stað og hvort þingmennirnir okkar eru bara grímulaust að vinna fyrir sérhagsmuni en ekki almannahagsmuni. Það er mér finnst að umræðan núna síðustu vikurnar sé að verða snarpari pólitíkina. Það er svona meira af sannleikurinn að koma betur í ljós. Það er við erum að sjá hvers konar skepnur þetta eru, sumir þingmennir okkar. Þeir virðast vera í eigu ákveðina aðila og þeir eru ekki að fela það á sama tíma og lög segja þeim að þeir verða að fara eftir sinni sannfæringu og við kjósendur hljótum að fara að segja hingað og ekki lengra ef þetta heldur áfram svona. Þetta er eitt af því sem við munum ræða. Stórt málefni og mikilvægt. En þakka þér, María Lilja, fyrir að koma hér að kynningunni og við ætlum að minna ykkur áhorfendur og hlustendur eins og við gerum yfirleitt áður við hefjum dagskrána að ef þið getur verið aflögu fær og væru til í að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við flipa þar sem ástendur áskrift og getur hugsað ykkur að borga hóflegt mánaðargjald aðeins 250 krónur, þá gæti það skipt sköpum fyrir okkur. Við erum hér í því frá morgun til kvölds, flesta dag ársins í að búa til efni fyrir ykkur sem sýnt í sjónvarpi, hlaðvarpi, spilarinn.is, YouTube, þið getið fundið okkur hvar sem við erum útvarp líka 89,1 og ef ykkur líkar við okkar framleiðslu endilega sýnið hug ykkar í verki. En nokkur skilaboð og svo hefst dagskráin á snörpu viðtali sérhagsmuni og almannahagsmuni og hvort Hæstiréttur gerði rétt með mati sínu á búvörulagafrumvarpinu. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda.
Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða aðeins Hæstarétt, hvað Hæstiréttur var að pæla þegar dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að búvörulaga frumvarpið hafi bara verið ókei. Maður búinn að heyra það svo oft hjá svo mörgum að það gæti bara ekki verið, að maður var eiginlega farin að trúa því að þetta væri hrákasmíð, þetta frumvarp og nánast glæpsamlegt. Í tengslum við þessa umræðu þá hefur heyrst að ákveðin hætta sé á að núna í framhaldi málsins að tiltekinn hluti þingmanna ætli að gæta sérhagsmuna en ekki almannahagsmuna og meðal annars hefur formaður félags atvinnurekenda Ólafur Stephensen látið þau orðfalla. Ég ætla að ræða við hann núna næstu mínútur þetta mál. Vertu velkomin hér að Rauða borðinu. Takk fyrir. Ég er framkvæmdastjóri félagsins, ekki formaður. Afsakaðu, einmitt framkvæmdastjóri félagsins. Hérna, Ólafur, ertu pínur reiður yfir þessar niðurstöðu? Nei. Niðurstaðan kom nú ekkert að öllu leyti á óvart. Við áttuðum okkur svo sem á því að þetta, það að segja, formhlið málsins, það gat farið í rauninni kannski á hvern veginn sem var, og þá er ég ekki að tala út frá mínum skoðunum á því hvernig löggjöf eigi að vera úr garði gerð. Sko 44. grein stjórnarskrárinnar er náttúrulega í stjórnarskránni af einhverju ástæðu sem er til að tryggja vandaða löggjöf. Hitt er svona mál að sko dómstólar hafa játað löggjafanum mjög mikið svigrúm og meira oft heldur en sko manni finnst eðlilegt en þannig virkar bara dómskerfið á Íslandi og þess vegna kom dómurinn ekkert að öllu leyti á óvart hvað þetta varðar, hvað formhliðina varðar að þetta hafi rúmast innan ramma stjórnarskrárinnar. Sko okkar málflutningur hefur hins vegar verið sá alveg frá upphafi að alveg burt sér frá því hvort löggjöfin rúmaðist innan ramma stjórnarskrár eða ekki, þá væri hún vond. Og það er kannski sko frekar á efnisliðinni sem að sko sú umfjöllun Hæstaréttar er nú býsna rýr, þar að segja 65. grein stjórnarskrárinnar sem er jafnræðisreglan. Þar kemst rétturinn í raunina þeirri niðurstöðu og það kemur mér meira á óvart að Innes, okkar félagsmaður sem var fyrirtæki sem hóf þetta dómsmál hafi ekki getað sýnt fram á sko, hvernig var það nú orðað, að sér hafi verið mismunað með ólögmætum hætti. En sko að okkar mati er alveg deginum ljósara að löggjöfin eins og hún stendur eftir breytinguna í fyrra, hún mismunar. Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu sem við erum sammála að Innes eigi lögvarna hagsmuna að gæta sé starfandi á kjötmarkaði og í samkeppni við afurðastöðvarnar. En sko það er mjög einfalt að taka dæmi og það var að sjálfsögðu gert í málinu það hvað gæti gerst á kjötmarkaði. Það er að segja afurðastöðvarnar er ekki bara afurðastöðvar, það eru líka stórir kjötinnflytjendur. Afurðastöðvarnar og fyrirtæki þeim tengd fluttu til dæmis inn núna á síðustu 2 eða 3 árum sko meiri hluta alls tollkvóta fyrir kjöt frá Evrópusambandinu. Og sem er nú sko á skjön við það sem margir halda og segja þegar sagt að þessar undanþágur frá samkeppnislögum hafa verið nauðsynlegar til að verja sko innlenda framleiðslu fyrir samkeppni frá útlöndum. Sko innflytjendurnir umsvifað mestu innflytjendurnir eru í hópi afurðastöðvanna. Og það er auðvelt að stilla upp dæmi þar sem að afurðastöðvarnar einfaldlega hafa með sér samráð segjum tilboð í tollkvóta eða bara verðlagningu eða að skipta á milli sín viðskiptavinum, láta viðskiptavinir hver annarar í friði eða eitthvað álíka sko. Og sem að er þá í þessu tilviki bara algjörlega refsilaust og bara akkúrat ekkert vandamál
á sama tíma og ef forstjóri Innes myndi hringja til dæmis í forstjóra einhvers annars kjötinnflytjanda í félaginu hjá mér og ætla að tala við hann um verð eða skipta með sig viðskiptavinu, þá geta þeir farið í fangelsi í alltaf 6 ár. Einmitt. Og það sömulegis mjög ólíka aðstæða því leit til dæmis að svo ég taki aftur dæmi af Innesi, þá er það fyrirtæki sem hefur stækkað á undanförnum árum meðal annars með samrunum og kaupum á öðrum fyrirtækjum. Já. Og þurft að fara í gegnum nálarauga samkeppniseftirlitsins með þá samruna og sæta ýmsum skilyrðum. Já. Það er svo búið að taka samruna eftirlitið úr sambandi hjá Afurðastöðvunum. Það er einfaldlega bara fær samkeppniseftirlitið enga aðkomu að málum eða menn kjósa að kaupa önnur fyrirtæki eins og gerist þegar Kaupfélag Skagfirðinga kaupir Kjarnafæði Norðlenska. Samkeppniseftirlitið einfaldlega hefur enga aðkomu að því máli ef lögin standa. Já. Þannig að út frá hagsmunum neytandans þá sýnist þér alveg ljóst að óbreyttu þá setjum við í súpunni. Já, sko, ef löggjöfin stendur óbreytt með þessum dómi í gær þá opnast gluggi fyrir afurðastöðvarnar að fara í rauninni í svolítið kapplaup að klára samruna og hvað veit maður, mögulega einhverja aðra samninga sem rúmast á innan lagana eins og þeim var breytt í fyrra. Og fyrirgefðu ef við skítinni mætti ekki segja að nú væri strategískt lag fyrir þessi fyrirtæki til þess að hamast alveg í breytingum áður en ný lög hafa verið ekki nokkur spurning. Það er ekkert til dæmis í lögunum eins og þau voru samþykkt á þinginu í fyrra sem að myndi útiloka það að öll sláturinn og vinnsla á sauðfjár og nautgripaafurðum í landinu sameinaðist í eitt félag. Nákvæmlega. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir að 2 fyrirtæki sem sagt Sít og fiskur eða Ali og Stjörnugrís sem eru saman með yfirgnæfandi meirihluta svínakjötsframleiðslu og svínakjötsinnflutnings í landinu rinnur saman í eitt. Hugsaðu þér það? Þetta er eitthvað sem bara gæti ekki gerst í nágrannalöndum okkar. Það er því miður gegnum gangandi rangfærsla bæði stuðningsmanna lagasetningarinnar á Alþingi og hagsmunaaðila í landbúnaðinum að lagabreytingin í fyrra hafi komið íslenskri löggjöf í sama horf og sé til dæmis í Evrópusambandinu og Noregi. Það er bara ósköp einfaldlega ekki rétt. Þar eru vissar undanþágur frá samkeppnislögum fyrir framleiðendafélög. Það er að segja raunveruleg framleiðendafélög félagsskap bænda sem er í eigu og undir stjórn bænda. Og þannig náttúrulega var hið upphaflega frumvarp matvælaráðherra í fyrra lagt upp að undanþágan ætti að eiga við fyrirtæki sem væru undir stjórn og í eigu bænda. Ástæðan fyrir því að frumvarpinu síðan er breytt er sú niðurstaða meirihluta atvinnuveganefndar að framleiðenda félagsskilgreiningin sem hún var í frumvarpinu, þar að segja að það séu bændur sem séu ráðandi, hún ná ekki yfir stóru afurðastöðvarnar. Og það er enn ein lygin því miður að bændur til dæmis stjórni í raun og veru fyrirtækjum eins og séu í meirihluta í eignarhaldi í fyrirtækjum eins og Sláturfélagi Suðurlands. Þeir eru líklega einna næst því þar. Og í umræðum daginn við stuðningsmann frumvarpsins þá vísaði hann til þess að bændur væri meirihluta í stjórn Kaupfélags Skagfirðinga. Þeir ráða í rauninni ekki í Kaupfélagi Skagfirðinga og í eignarhaldinu eru þeir ekki ráðandi og ég tók nú í þessum samræðum dæmi að aðalfundur Kaupfélags Skagfirðinga fyrir 2 árum þar sem að bændur voru mættir samþykti að kaupfélagið og dótturfélagið þess ættu ekki að vera að flytja inn landbúnaðarafurðir. Aðstoðar kaupfélagsstjórinn tjáði sig í fjölmiðlum og sagði að þetta væri mikilvæg samþykkt og sýndi hvað félagsmenn vildu. Og í beinu framhaldi hætti Esja Gæðafæði sem er dótturfélag Kaupfélags Skagfirðinga að bjóða í tollkvóta til innflutnings á kjöti. Hins vegar dúkkaði upp nýr bjóðandi sem hafði ekki sést áður á markanum, fyrirtæki sem heitir Hái Hólmi og er skráð í íbúðarhúsnæði í Garðabæ. Eigandi þess reyndist vera innkaupastjóri Esju Gæðafæðis
og þetta núna einn umsvifamesti kjötinnflytjandinn. Þannig að þetta nú öll yfirræðin sem bændur hafa í kaupfélagi Skagfirðinga. Já, ég hef stundum verið að veltaði fyrir mér hvort þetta bara einhver rómantísku barnaskapur hjá bændum sem tala eins og þeir eru að gera eða hvort þeir eru ranglega upplýstir. En þegar ég heyrði þig ræða það í fréttum Stöðvar 2 að nú myndi reyna á það í framhaldinu hvaða þingmenn muni gæta almannahagsmuna og hvaða þingmenn sérhagsmuna, segðu mér aðeins hvað átt við. Fyrir þinginu liggur frumvarp atvinnuvegaráðherra að afnema þessar breytingar sem voru gerðar á lögunum í fyrra. Já, og við sjáum hvernig gengur að koma málum í gegn, það er endalaust mál þó. Já, nákvæmlega. Og ég sá haft eftir Jóni Gunnarsinni í gær, þingmanni Sjálfstæðisflokksins og nefndarmanni í atvinnuveganefnd, að það ætti ekki að samþykkja það frumvarp á þessu þingi. Og maður heyrir og sér að stjórnarandstaðan ætlar að þvælast fyrir því máli og þar með náttúrulega bara verið að opna betur þennan gluggar sem ég talaði áðan, þennan glugga fyrir afurðastöðvarnar að vera í spretthlaupi að ljúka alls konar samrunum og samningum sem eru klárlega neytendum og samkeppni til skaða. Og þarna bara með mjög opinskáum hætti ganga stjórnarandstöðuflokkarnir erinda sérhagsmuna. Grímulaust. Algjörlega grímulaust. Það áhugaverða við þetta mál meðal annars er, og eins og ég segi og nefndi áðan, alveg burt sé frá því hvort málið stóðust 44. grein stjórnarskrárinnar eða ekki. Þá var það óvandað illa unnið og greiningin til dæmis á áhrifu þess var öll í miklu skötulíki. Starfsmenn Alþingis lögðu ítrekka til við meirihluta atvinnuveganefndar í fyrra að það yrði farin önnur leið í málinu. Að það yrði mögulega lagt frá nýtt frumvarp, að yrði kallað eftir nýjum umsögnum og svo framvegis. Það var ekki gert. Að kom ekki ljós þegar farið að ræða málið í kosningabaráttunni í fyrra, bæði fyrir og eftir að dómur héraðsdóms féll sem taldi að málið hefði gengið gegn stjórnarskránni vegna málsmeðferðarinnar. Það kom í ljós að talsmenn 3-4 flokkum sem studdu það bara játuðu opinberlega að hafa ekki áttað sig á áhrifunum. Já, einmitt. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, sem núna berst ötullega gegn því að frumvarp atvinnuvegaráðherra fari í gegn. Hann viðurkenndi það í spjalli við mig í hlaðvarpsþætti félags atvinnurekenda kaffikróknum að líklega hefði nú verið gengið of langt þegar ég tók dæmið af svínakjötsframleiðendunum. Þeir getu hindrunarlaust sameinast sem að myndi hvergi gerast annars staðar. Einmitt. Það hefði nú líklega verið gengið of langt og þyrfti að skoða það. Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem var á þeim tíma formaður VG sem stóð að samþykkt frumvarpsins, hann viðurkenndi sömuleiðis í umræðu þetta í sjónvarpi að málið hefði bara verið illa unnið og þyrfti að byrja á því upp á nýtt. Bergþór Ólason, þingflokksformaður Miðflokksins, var hjá mér í þættinum og sagði að þarna hefði netinu verið kastað víðar heldur en hefði í rauninni átt að sig á í upphafi. Eini flokkurinn sem stóð að samþykkt frumvarpsins og hefur varið að gjörsamlega með kjafti og klóm er Sjálfstæðisflokkurinn. Og sem að kemur mér nú svona, sem er alin upp í þeim flokki hérna í Galanda svolítið ávart. Já. En eins og ég segi, áform atvinnuvegaráðherra núna eru að afnema lagasetninguna vegna þess að hún er klárlega skaðleg, gengur lengra heldur en samkeppnisundanþágur í nágrannalöndum okkar er ekki hagur neytenda og að ég tel ekki heldur bænda. Það er ekki hagur bænda að eiga til dæmis bara einn viðsemjanda með kaup á sínum afurðum. Eins og er náttúrulega bara að gerast náttúrulega í landi núna til dæmis. Einmitt. Og ráðherra vill byrja upp á nýtt og sem sagt leggja fram þá annað frumvarp undanþágur raunverulegra framleiðendafélaga, það er að segja bænda, til að ná hagræðingu í slátrun og vinnslu og kjöti og það að því gefna það séu sambærilegar heimildir og eru í löggjöf í nágrannalöndunum, þá held ég að það ætti ekki að skaða. Það þarf að styrkja stöðu bænda
og tækifærið rauninni glataðist í fyrra. Það að segja, auðvitað hefði og það var rauninni meining matvælaráðherra eins og ráðherra var þá kallaður, Svandísar Svavarsdóttir. Það var meining hennar að undanþágan gilti ekki fyrir afurðastöðvarnar í óbreyttum rekstri, heldur að yrðu gerðar breytingar á afurðastöðvanum til að auka áhrif og eignarhald og tryggja eignarhald bænda. Og ef stjórnvöld og bændur getur unnið saman að því, þá held ég að það væri nú bara umtalsverður ávinningur af því. En að gefa afurðastöðum sem eru alls ekki undir stjórn bænda bara frítt spil og síðan horfum til dæmis bara á eins og síld og fisk og stjörnugrís. Þetta eru fyrirtæki í þröngu eignarhaldi einnar eða tveggja fjölskyldna og en nú svo öfugt snúið að þau hefðu síðan fallið undir undanþágu ákvæðin eins og þau voru í hinu upphaflega frumvarpi. En ég held að sjáu það allir hversu galið það væri að þau fengja saminast án atbeina samkeppnisyfirvalda. Já. En þingmenn eiga að vera bundnir af eigin sannfæringu og eins og þú lýsir þessu þá eins og þeir séu ekki alfrjálsir að eigin breytni. Það eins og þeir metið það þannig að þeir séu einhverjum hagsmunatengslum við einhverju öfl og framar öllu öðru verður þeir að treysta það samband. Ég nú stundum sagt að það er rauninni kosningakerfið á Íslandi er samkeppnishamlandi. Já. Það eru gömlu frumframleiðslu atvinnugreinar, landbúnaður og sjávarútvegur. Þar sem eru í gildi miklar samkeppnishömlur og nokkur rík samstaða að verja þær. Já. Þær hafa í rauninni óeðlilega mikil áhrif á pólitíkina vegna kjördæmakerfisins og kosningakerfisins. Þannig að það myndi greiða fyrir samkeppni í landinu að jafna atkvæði sitt. Þingmenn úr kjördæminu þar sem að þessar atvinnugreinar eru sterkar. Já. Þora gjarnan ekki að gera neinar breytingar sem rugga þeim bátum. Og ef við myndum ganga enn lengra og allt landið yrði eitt kjördæmi, væri það þá enn betra í svona siðferðislegu tilliti að þínum að? Já, ég myndi nú halda það Já. En þetta nú ekki verið að ræða núna? Nei. Þvert á móti þá er þetta svolítið kunnuglegt stef frá 2009-2013 stjórninni að það er fólk að reyna stjórnarlandinu sem ákveðin öfl í landinu telja að megi ekki hafa umboð til þess að stjórna landinu og það á að gera allt sem hægt er til þess að tefja og gera þetta ferli eins eins erfitt og mögulegt getur orðið og svo taka þessir gömlu valdaflokkar ef þeirra plan gengur eftir aftur við og við lifum einhvern veginn í endalausu Groundhog Day við þetta rauða borða. Svo ég taki nú kannski að mér bara hatt framkvæmdastjóra félags atvinnurekenda og setja á mig hatt stjórnmálafræðingsins. Já, þá ég mjög hugsi yfir því að flokkar eins og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem fengu einhverja sína verstu útkomu í síðustu kosningum og þurfa að sækja sér einhvern nýtt almennt umboð og höfða til breiðari hóps. Reki pólitík sem núna undanfarna vikur og mánuði hefur aðalega gengið út af það að standa vörð sérhagsmuni. Það finnst mér mjög svona harakýrilegt að segja. Já, hvað ekki skýri þetta? Já, nú verður bara með þennan hatt stjórnmálafræðingsins. Nú verður þetta bara ég held að aftur að kjördæmakerfið spili inn í og en til lengi og náttúrulega auðvitað líka svo tilhneiging að fara eftir handbók Davíðs Oddssonar sem hann útlistaði nú eins og frægt varð þegar hann komst í stjórnarandstöðu í borgarstjórn að taka öll mál og gera þau tortryggileg þó að hann væri sammálaðið með hjarta sínu. Já,
til dæmis hérna leigubílafrumvarpið sem að við eru meira og minna sammála. Þau náðu að þæfa það í 8 klukkutíma sama dag og það var lagt fram og svona. Svo það nú eitt sko, og það hvernig hérna stjórnarandstöðunni á hverjum tíma, nota bene, tekst alltaf að tróða virðingu Alþingis niður í svaðið með innihaldslausu málþófi. Það löngu komin tími til að binda enda á það. Já. En þar eru náttúrulega sko stjórnar meirihlutin og stjórnarandstaðan algjörlega samsögg. Vegna þess að stjórnar meirihlutin þorir aldrei að beita þeim ákvæðum sem eru í þingskapalögum til að stöðva málþóf. Af því að hann vil geta átt það inn í framtíðinni þegar hann gæti verið komin í stjórnarandstöðu. Einmitt, þarna reynir á prinsip. Já, og prinsippleysi náttúrulega eitt af sjúkdómseinkennum íslenskra stjórnmála. Já. Og þetta því miður, það skortir kjarkin á þingi til að hérna, stíga þetta skref að binda enda á málþófið, vegna þess að þar með væri mann að gera það í eitt skipt fyrir öll. Einmitt. En það myndi stór bæta, myndi bæði endurreisa virðingu þingsins held ég og tiltrú almennings á því og gera vinnubröðin skilvirkari og löggjöfina betri. Af því að menn eru meira og minna að ræða aukaatriði og eitthvað sem að kemur málunum ekki við, þanga til það er gert sko eitthvað samkomulag á lokaspretti þingsins, þá eru málin keyrð í gegn í hasti og þá gerð alls konar mistök sem getur tekið mörg ára að vinda ofan af. Þess að við höfum ótal dæmi. Þetta er svo mikið fúsk og mér er svo gott að það skulle koma inn á þetta vegna þess að ég sé ekki betur en að virðing Alþingis sé núna bara í frjálsu falli. Við höfum óbeitt á þessum vinnubröðum. Við erum bara með vinnusiðferði, Íslendingar, bara sterkt vinnusiðferði. Og að þarna sé vinnustaður sem að tekur í engu tillit til þess að við teljum eðlilegt og gott fyrir rekstur íslenska ríkisins. Ég bara hjartanlega samanlegaður. Ef þetta fólk var í vinnu hjá mér á stórum vinnustað þá var ég búinn að rekka það allt ef ég réði sko. Nákvæmlega. Og sko ég skil ekki árið 2025 að þessi menning sé enn við lýði. Þótt ég skilji særindi og þótt ég skilji það að það getur verið erfitt að sleppa völdum þegar þú hefur haft þá tauma lengi eins og til dæmis þessi valdaflokkar eru, þá hvorki skil ég hvað þeir ganga langt né í rauninni er ég sáttur við það að nýju flokkarnir sem núna er að stjórna landinu að þeir einmitt láti þá ekki bara reyna á prinsipin eins og þú segir. En sko það liggur alveg fyrir að andi lagana er skaðlegur neytendum að þínu mati. Þótt Hæstiréttur sé ekki taka efnislega afstöðu. Nei, hann tekur ekki efnislega afstöðu í því en það fer ekkert á milli mála. Þetta skaðar samkeppni á markanum og skaðar neytendur. Ég meina náttúrulega afstaða til dæmis bara neytendarsamtakana og verkalýðshreyfingarinnar í þessu máli hefur verið mjög afdráttarlaus. En hefur ekki verið hlustað fyrir en kannski nú að atvinnuvegaráðherra leggur fram þetta frumvarp um að byrja upp á nýtt og reyna að koma málinu í þann farveg sem upphaflega var tilgangurinn sko. Og það er náttúrulega líka eitt af því grátlega við þetta sko að það mál var náttúrulega búið að fara í gegnum langt samráðsferli bæði í samráðsgátt stjórnvalda og í samráðsferli þingsins. Er síðan tekið og umsnúið gjörsamlega og undan þá eiga bara allt í einu við allt aðra aðila heldur en þá sem upphaflega var meiningin og áhrifin eru allt önnur. Og þetta átti ekki að fá að fara í neitt annað samráðsferli og gerði það ekki þó að samtök eins og við væru á síðustu stundu að reyna að koma einhverjum athugasemdum á framfæri sem ekki hlustað á sko. Þegar þú ferð út í búð í dag, finnst þér þú nú þegar sjá á strimlinum einhver óæskileg áhrif sem þegar það var orðið? Nei, ég ætla nú ekki að halda því. Ekki enn sem komið er? Nei, áhrifun er ekki orðin það víðtæk eða djúp en það. Nei, en þú óttast að þetta, að við munum sjá þetta. Og eins og ég segi, bara það sem að gæti gerst ef löggjöfin færi að standa, það fengi ekki gerast í neinu öðru vestrænu ríki. Og ég bara ítrekka það eru hrein ósannindi að löggjöfin samþykkt hérna í fyrra sé einhvern veginn sambærileg löggjöfin í löndunum sem við berum okkur helst saman við. Að taka samruna eftirlit úr sambandi til dæmis hefur bara hvergi verið gert. Og fjölmörg dæmi það, til dæmis samkeppnisyfirvöld í Noregi og í Evrópusambandinu og Evrópusambandsríkjunum hafi sko staðið með hagsmunum bænda þegar að
stór og ráðandi fyrirtæki í landbúnaðinum hafa verið að stækka og saminast. Þannig að ég myndi nú gjarnan vilja eiga þetta allt saman dýpra samtal við vini mína í bændasamtökunum sem einmitt að auglýsa þessa dagana í mjög flottum og skemmtilegum auglýsingum eftir samtali landbúnaðinn og hans hagsmuni og framtíð. Ég myndi vilja eiga miklu dýpra samtal við þá hverjir eru hinnir raunverulega hagsmunir bænda í þessu. Ég held að það sé alveg stórkostlegur misskilningur að undanþágur frá eðlilegri samkeppnislöggjöf og einhver einokunnar starfsemi séu hagsmunir bænda. Kæra þakkir fyrir að koma hér til mín með skömmum fyrirvara, Ólafur Stephensen. Við fylgjumst með þessu máli. Það eru miklir hagsmunir fyrir neytendur, ekki satt? Jú, klálega. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram með rauðaborðið, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og velkomin aftur að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér til að ræða áfram ástandið á Gaza komin Magga-Stína Blöndal, velkomin. Takk fyrir. Það ekkert lát á viðbjónum hjá Gaza, hryllingnum, blóðsúthellingunum. Nýjustu fréttir herma að einhverju örlitlu af hveiti hafi verið sleppt inn á svæðið, svona til þess að, hvað hefur að segja, sverfa sárasta hungur 2 milljóna. Þau voru send hvað? Já, hvað sagði, 90 kíló af hveiti. Fyrir 2,5 milljón. Já. Ég veit ekki hvort það betra að senda 90 kíló af hveiti til fólk sem þú ert að murka lífið úr allan sólarhringinn, eða hvort það bara kannski ráða að senda bara salt, til þess að setja, þetta svona eins og setja salt í sárin, Akkurat. Þetta, það eins og ég segi, þá hefur ekkert lát á svona hryllingsfréttum, þannig það voru settlerar, þessi landtökufólk sem riðist inn í Al-Aqsa moskunina núna í morgun, sem lítið mjög alvarlegum augum því að þetta einn helgasti staður múslima. Það svona kannski að það verði þá til þess að kveikja eitthvað á viðbrögðum Arabríkjanna sem hafa nú kannski verið svona misjöfn. Það eru Egyptar og Jemenar og svo svona Íranir og svona hafa svona alveg talað en fordæmt og allt þetta. Jemenarnir hafa actually sýnt eitthvað svona í verki. En svo það bara, þessir hinir sem að kannski hafa... Jemen eina ríki sem hefur svona látið einhvern veginn verkin tala svona út frá sér, það sýnt Palestínumönnum einhvern raunverulegan stuðning í verki. Önnur Arabaríki hafa ekki gert það. Nei. Þau eru þau hafa fyrirgert öllum sínum prinsipum sem hafa verið og það er óendanlega sorglegt og óhugnulegt. Það sem að þeirra aðal þessa dagana náttúrulega bara að kýtla Donald Trump undir illjónum, og þetta náttúrulega, þú veist, þetta svona eru kaldari kveðjur en kannski hvað getur maður sagt, þú veist, það var ekki vonan einu frá Vesturlöndum en einhvern veginn hélt maður kannski að Arabaríkin myndu á endanum einhvern veginn bregðast við, en það virðist nú ekki vera og þetta náttúrulega eitthvað svona eins og bara eitthvað svona, það verður svona mjög óhugnalegt þetta daður Arabaríkjana við peningana og vopnin, að því svo maður spyr sig líka, ég spyr mig alveg að því til hvers? Til hvers? Já, enginn veit. Það engin saga það að Bandaríkin hefur nokkuð tíma staðið það bara ekki kjörum í einu en einu En náttúrulega, ég meina þú veist, þetta er staðan og ég meina við lifum bara
ég meina, ég leyfi mér að segja að við lifum helvíti á jörð núna. Þess að að okkar heimur býður upp á það að við horfum upp á brutalitet stutt af öllum heiminum, sko, öllum valda strúktúr heimsins. Já, og þetta kerfi sem að við höfum og sem að við svona í svona hvítumegin í heiminum í Evrópu, við svona við einhvern veginn byggum þetta kerfi til og það átti að vernda allan heiminn, en við erum svolítið svona kannski að vakna upp við vondan drauma að við séum í rauninni vondikallinn og að kerfið átti aldrei að bjarga neinum nema okkur sjálfum, sko. Já, eða ég menna þeim sem að sko þóknarlegir eru sko valdinu og ég menna ef maður bara svona ef maður hugsa, ég menna í raun og veru þetta, þú veist, í raun og veru ætti maður ekkert að hafa orðið svona hissa á sínum tíma þegar maður var hissa, sko, það nú búið, sko, þetta með hissa. En sérst, ég menna Sameinuðu þjóðirnar eru náttúrulega bara búna til þess að í raun og veru hjálpa heimsvaldastefnu Bandaríkjanna til dæmis, sko. Sameinuðu þjóðirnar eru ekkert annað, sko. Og þú veist, þeim bara maður þarf ekki að lesa sér neitt mjög mikið til þess að sjá það bæði hvað, þú veist, hvernig þau trýta öll Afríkuríki og bara í raun og veru eru bara í svona tæki, þau eru bara verkfæri í höndum heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Þannig að, já, þetta er mjög sorglegt og við lifum náttúrulega bara hrun í öllum skilningi, við lifum bara menningarlegt hrun, við lifum siðferðilegt hrun, það er bara, þú veist, og ég geng svo langt að segja, við lifum helvíti á jörð. Já, þetta er einhvern veginn ekki heimurinn sem að maður sá fyrir sér að svona, maður myndi alveg börnin sín í og eða barnabörn eða hvernig sem þér átt að þetta er einhvern veginn svona, það er óhugnulegt og maður er að átta sig á því að ekkert einhvern veginn er raunverulegt af því sem að maður trúði og hélt heiminn. Allt byggt á lygi. Einmitt, og það er einhvern veginn svona, já, það allavega svona vofir þungt yfir manni, svo tilfinning að svona tilfinning vonleysis, en það er einmitt það sem að Palestínufólkið hefur líka kennt okkur allt og svo mörg þeirra að þetta með vonina, sko, að láta hana ekki deyja því að þá einhvern veginn er þetta orðið tapað stríð. Já, akkurat og ég meina, sko, og það kannski, já, það er alveg rétt hjá þér að svona þessi staðfesta sem að maður verður vitnað en hún er nú óðum að fjara út núna með þessi í Palestínu, sko, vegna þess að það er ég meina svo ólýsanlega kvöl sem allur almenningur, til dæmis á Gaza lifir núna, alltaf þegar við fáum okkur morgunmatinn, alltaf þegar við vökum, alltaf þegar við vinnum, alltaf þegar við förum heim að borða kvöldmatinn, alltaf þegar við sofum, þá er einn ólýsanlega kvöl sem almenningur á Gaza lifir. Sko, hún er náttúrulega komin einhvern veginn á þann stað að í raun og veru þráir fólk ekkert annað heldur en að dauðinn taki við. Akkurat. Og þegar manneskja er komin á þann stað, þegar börn þrá að deyja og við lifum það, þá segir ég bara, við hefum ekkert vennan heim að gera, ekki neitt. Ég meina, þú veist, þetta er, þú veist, við erum á svo viðurstyggilegum stað sem heimur, sko. Og þetta viðhald, þú veist, það takast á alls konar öfl, það takast á fasísk öfl við frelsis þrána og það er eitt. Það sem er kannski og það getur virst, sko, vera svona átakalegt, sko, bara svona, þú veist, ef maður reyna að ímynda sér það, átakin felst ekki síður í því að hinn svona þú veist, þessi falshugmyndum lýðræði, falshugmyndum lýðræðislega öfl, falshugmyndum að einhver sé velhugsandi, það þykir mér að vera, sko, óbærilegasta mál, sko, af öllu þessu.
og það er náttúrulega það sem við lifum sérstaklega eins og í samfélagi eins og okkar hérna á Íslandi að sem sagt það er velklætt stríðalið fólk sem talar lýðræði og samtal og eins og utanríkisráðherra gerir núna orðið á hverjum degi því að henni finnst hún eitthvað orðið fyrir einhverju truflun eða eitthvað svoleiðis sko. Þú veist, forsætisráðherra bara gerir við gluggakarmana heima hjá sér á milli þess sem að hún og vinkar verkamönnunum sem að gera við stjórnarráðið og talar að það sé bara óbærilegt að fylgjast með því sem að gera en við skulum vera vangóð og við erum með heilbrigðisráðherra sem fyrir undir landlæknir hún er læknir sem hefur svarið læknaðið hún horfir upp á þetta hún segir bara þetta er bara þyngra en tárum taki og þú veist svona getur við haldið áfram barnamálaráðherra, erum við með barnamálaráðherra? Jú ég meina, þú veist þetta bara segir sér sjálft skilur, bara þessi upptalning skilur hún segir í raun og veru allt sem segja þarf sko, hvað við erum sjúk hvers konar sjúklegum veruleika við búum við Já, af því að þú ert svona komin í svo litið hingað heim, það voru mótmæli í gær og það var nú vel mætt, ansi vel mætt og mikill svona slagkraftur í þeim mótmælum fyrir utanríkisráðuneytið. Maður finnur það líka einmitt að það er svona Evrópuleiðtogarnir virðast vera að taka við sér, það eru allir einhvern veginn, núna eru, einhver orðaði það gott, ef það varst ekki bara þú, þetta eru svo rottur að stökkva frá borði á sökkvandi skipi, að því að þetta fólk auðvitað áttar sig á því að það hvílir á þeim gríðarlega ábyrgð þegar að þetta þjóðarmorð, þessi helfur verður gerðu upp fyrir alþjóðadómstólum, þá verður hvert og eitt þeirra tekið til ábyrgðar og þeirra hluti verður greindur og skoðaður með það í huga að þau hljóti refsingu fyrir ef að þau tóku þátt. Og þú veist, mér finnst nú enn betur orðað einhvern tímann ég las það einhvers staðar, þéttist nú röðin á vaskinum. Já, einmitt. Já. Þannig að nú kannski sjáum við það þessa dagana eins og þetta vísa í sambandi við Evrópu og jafnvel, þú veist, hundarnir, hvað segir maður, gungur okkar ríkisstjórnar, alla eru svona að velta einhverju fyrir sér, sko, með það markmiða að geta mögulega þeir hendur sínar blóði Palestínu Palestínu fólks en þú veist leiðilegt að segja sko, það mun nú ekki takast sko. Það verður ekki, þetta verður bara þeirra arfleið sko, það sem eftir er það sem er sko, kannski klikkaðast í þessu er að til þess að þú fáir þitt eigið ríkisvald eins og við viljum bara reyna að fá okkur eigið ríkisvald til þess að bregðast við þvinga það eins og við getum með öskrum og látrum og með bara hverju því sem að við höfum til að dreifa alltaf erum við nú friðsöm samt að því við erum þar sko að þá þarf í raun og veru að sko þá er þetta sem sagt þá þarf einhvern veginn að höfða til hégóma þeirra og það er náttúrulega það er svolítið segjandi líka okkar samtíma þú veist þú þarft að höfða til egósins að því egó er það eins og skiptir máli sko, fyrir stjórnmálamann þannig að þú veist, vindurinn sko blæs núna eins og ég sá bara gærdaginn og þetta var náttúrulega að því allur almenningur út allan heim meirihluti almenning stendur með Palestínu og er gjörsamlega að fara yfirum af öllu því sem hann hefur séð öllu því sem hann hefur vitnað þú veist, fólk, ég held að þú deilir þeirri tilfinningum með mér að maður mun aldrei nokkuð tíman ná sér eftir þetta, aldrei nokkuð tíman. Allt breytt. Og þú veist, og það fólk kannski sem að
ætla sér að halda í einhvern gamlan veruleika, þú veist, eins og ég segi, alltaf leiðilt að vera boðberi vondra frétta, en það mun ekki takast heldur. Það verður ekkert eins, ekki heldur hjá ykkur sem hafa það gott, sko. Nei, það ekki bara ruslaralíðurinn, hressi ruslaralíðurinn sem líður, sko. Þú veist, þetta bara allur almenningur. Ég veit ekki, þú veist, ég meina, í gær það bara fólk úr öllum, ekki öllum stéttum fyrir ekki, en úr mörgum stéttum samfélagsins sem bara, sko, bókstaflega bugað mörgusunum af því að horfa á lítil börn brenna lífandi, horfa á fólk svelta í hel, deyja úr sjúkdómum í beinni útsendingu, pyntingar, það bara, ég veit ekki hversu þarft það að telja upp allan þann hrylling sem að heimsveldastefna Bandaríkjanna með Ísrael sem verkfæri hefur boðið upp á, og við eins og hundar pissum utan í Bandaríkjamenn, og það það sem Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir gera á hverjum einasta degi. Það pissa utan í Bandaríkin á hverjum einasta degi, og það oft á dag, en það er ekki að gera neitt. Og ég held að það sé mjög þarft fyrir almenninga átt að segja það ætla ekki að gera neitt. Hins vegar borgar það sig fyrir borgaran, hinn almenna borgara, að leika það að hann biðli til þeirra eitthvað gott. Þannig að hann geti haldið einhvers konar von það að þær bregðist blíðlega við. Þetta er veruleiki sem við búum við. Þú veist, það er engin sannleikur neinstaðar. Þær ætla ekki að gera neitt, ekki neitt. Ef þær hefðu ætlað að gera eitthvað, þá var þær löngu búnar að því. Alveg á sama hátt og allir aðra Evrópuþjóðir. Ég meina, að maður kannski taka Spánverja, þú veist, ekki þekki það, skilur, að því ég er bara ekkert innundir í spænsku stjórnmálum, en það er svona einhvern veginn kannski blærin svona daldinn eins og þeir hafi séð allt í einu það borgað sér að slíta viðskiptasambandi við Ísrael. Skilur, að þetta væri nú bara ekki hægt lengur, sko. En svo það einmitt þessi krafa að slíta viðskiptasambandi. Ég átti samtal við alþingismann daginn sem að óskaði hreinlega eftir því við mig að við myndum bara gjöra svo vel að hætta með þessa kröfu eða stjórnmálasambandi, það öllu heldur, vegna þess að hún væri mjög mikilvæg til þess að koma neyðaraðstoð inn á Gaza og til þess að koma fólki út af Gaza. Sem að stjórnvöld náttúrulega eru allan daginn að gera, allt árið kring. Það er alveg náttúrulega makalegt hvað þau komið mörgum út á Gaza, og líka hvað þau gert, sko, með löggjöf, gert einstaklingum frá Palestínu sem hafa búið við þjóðumorð og kannski mögulega komist hingað eða gætu komist hingað, alveg makalegt hvað þau hafi gert löggjöfina góða fyrir þetta fólk. Það bara, þú veist, það er þannig stríðustraumur af fólki frá Palestínu, það bara kemst alltaf fyrir á Lækjartorgi. Nei, ég meina, hvaða rugl er þetta? Og á svo náðarsamlegast. Ég ætla bara að tala þessari röddu, skilur, og skil vel að aðrir tali öðrum röddum. Ég ætla bara að segja, þú veist, það sjá allir í gegnum þetta. Það sjá allir í gegnum þetta. Þú veist, þetta er ekki pólitík. Þetta er bara, hvernig hugsa þessi manneskja? Þú veist, hvað á það að þýða? Ég meina, þú veist, þetta er alltaf bara, sko, og til og með samfylkinguna. Sem stígur í pontu, fullt af þingmönnum, ekki fullt, nei, fyrir ekki 3 þingmenn samfylkingarinnar sem hafa staðið í pontu og lýst bara því hvað þeim er misboðið. En það gleymaði kannski að þau eru ríkisstjórn. Gleymduðu því? Þetta er ríkisstjórnarflokkur. Það er forsætisráðherra. Ég velti, sko, fyrir mér oft í þessu samhengi hvort að, sko, við, hinn almenni borgar á Íslandi, séum kannski bara einhvern veginn, við lifum í einhverju blekkingu að
íslenska ríkisstjórn hafi eitthvað raunveruleg völd eða eitthvað sæti við eitthvað borð af því að eftir því sem að þessu framvindur áttum að segja á því að það svona eins og þau tala þá svona, þú veist svona eins og þetta sé bara algjörlega bitlaust batteri. Já, ég meina alltaf, mennur völd til þess að stöðva, við höfum ekki vald til þess að stöðva neitt. Jú, en þau hafa rödd, þau geta beitt rödd sinni, þú missir aldrei röddina. Ég missi þú ert reyndar að missa röddina. Reyndar, allt í góti. Þau hafa rödd, þau geta beitt henni, við höfum mikla sérstöðu og við höfum mjög mikla ábyrgð. Sérstaklega gott Palestínu. Það erum við sem viðurkennum sjálfstæði Palestínu á sínum tíma og því fylgir ábyrgð. Það er það sem það skilur ekki þetta fólk. Það er ábyrgð. Það hagar sér eins og ábyrgðarlausar hænur. Að því þeirra, en svo á sama tíma er þeim líka vorkunn vegna þess að þau hafa selt landið. Þú veist, Bandaríkjunum. Hérna eru, 800-900.000 bandarískir hermenn. Já. Út af Keflavíkurflugvelli. Já, og fjölgar enn. Að þau hafa selt Bandaríkin. Það eru kafbátaæfingar hérna úti fyrir Faxaflóa. Já, og í kafbátnum eru kjarnorkuvopn. Einmitt. Og ég meina, nema von, ég meina það bara, þetta engin fingur út í þetta. Það heyrist ekki múkk. Það búið að eyðileggja samtök herðaralstæðinga. Ég meina, ég held að það sé eitthvað skoðan bjórklúbbur. Eins og staðan í dag. Ég meina, þetta er náttúrulega ekki kannski auðvelt að eiga við. En það er rödd almennings. Hún segir, stöðvið þjóðamorð, gerið allt sem í ykkar valdi stendur til þess að fara alveg þjóðalögum og þau gera það ekki. Bottom line. Margrétína, þú varst tekin tali af fjölmiðlum. Nú er það orðið svo að þú verðist gripinn svona við hvert tækifæri í að þessara meginstraums fjölmiðla til þess að koma og vera eitthvað skonar andlit þessarar baráttu hér á landi. Eitthvað sem að ég veit að þú telur svo sem ekkert eftir þér. En það er greiðlegt álag sem fylgir því að vera þessi típa, að vera í þessari framvarðsveit, vera endalaust slitin úr samhengi, klift til og smelt á forsíðu blaðana. Ég skoðaði, ég rendi nú svona yfir klippu af þér þar sem að þú ert nú hreinlega bara að garga á mótmælum lífi frjáls Palestína. Það undir fólk hefur eitthvað svona bara allt í einu vakna upp hjá einhverju fólki sem að sér núna þig sem eitthvað svona ógn við þeirra eigin öryggi eða frelsi eða hvað það má nú kalla og það segir ljótt orð og það hótar og það meiðir. Hefur þetta einhver áhrif á þig? Ég vil fyrst kannski segja það að það er ekkit, þú veist, þetta heitir ekki álag. Og ég held að svona til að byrja með getur bara sagt að ástæðan fyrir því að fólk heldur að það geti fullyrt að ég sé eitthvað andlit einhverja baráttu eins og þessara baráttu það er bara haldið miklu miðskilningi þess að það er bara eru fjöldi manns sem er vakið og sofið og þjáist hér á landi fyrir raunir og þetta viðbjóðslega þjóðarmorð. Þetta er eins og þetta er svona strategía. Þú veist, þú tekur eitthvað andlit sem þú þekkir, ég meina við erum náttúrulega 150.000 í borginni, við erum 300.000 á allir landinu, Það er ekki erfitt að vera frægur á Íslandi, Eða þú veist, hósta tvisvar og þá ertu bara orðin frú hósti, skilurðu, þú veist, bara og þetta er náttúrulega kannski grunnurinn að öllu illi í vestrænni menningu og í vestrænni samfélögum. Það er þessi persónudýrkun, það er egoismin, það er og það er bara, þú veist, þá erum við bara strax komin að grunnunum að hinu illa kapitalismanum. Að það er hægt að þá sjá margir sem að kannski ekki eru sammála baráttunni sé leik á borði að taka þekkta andlitið. Taka það svona, þetta er gott. Og það er ekki gert mér til nokkurs rósa eða róður, heldur bara til þess að smætta baráttuna. Og þetta byrja fyrst, skilur maður ekki hvernig Magga Stína og var æðislega hress, skilur
en opáðslega alltaf glaðilegum litum, margt ekki hver hann alveg yndislega, hún ofsalega reið núna sko. Alveg að missa það. Þannig að þú dreifir, þegar þú dreifir sko umræðan og dreif með því að taka einhvern úr hópnum, skilur, og þú býrð til úr því einhvers konar, þú veist, svona persónlega, þú veist, þetta fjallar ekki um mig, bara, þú veist, þannig að það sé bara alveg sagt, það er bara áður en við byrjum, þetta fjallar ekki um neitt nema Palestínu. Bara, og það hafi ég lært eitthvað á því að búa í litlu samfélagi þar sem að fólk er mjög mismunandi skoðunum. Fólk sko sameinast þennan málstað, það ekki allir á minnilínu, fæstir á minnilínu. Það er bara fólk sem vill fara diplómatíska leiðir, það er fólk sem vill fara samræðuleiðina, það er bara fólk sem trúir á alls konar aðra hluti heldur en ég, en við sameinumst þennan málstað og það er ekkert annað sem skiptir máli. Jú, sannlega, svo koma rasistarnir og þeir bara leipa sko, að því þeir eru þetta heimskari heldur en allir aðrir sko. Og þeir bara hoppa vagnin og þú veist, þeir bara hoppi þeir á vagnin. Bara hver sem betur getur þeir bara skjótast fram á rúmunum og þeir gera ekkert að sjálfu sér. Þeir hafa fengið leyfi til þess frá yfirvöldum. Þú veist, og það er náttúrulega Bjarni Okkar Benediktsson, það var hann sem sko gaf út fyrsta opna skírteinið, skilur, komið fram undan rúmunum. Allir rasistar landsins sameinist bara. Og þeir fóru svona skjótast, sko. Og svo náttúrulega með auknu lögregluofbeldi, þar hefur annað stórt samþykki fyrir því að þú meir níðast á friðarsinnum. Skilur, að þetta er ekkert annað. Valdið níðist á friðsömu fólki. Þú veist, við höfum orðið vitna. Dómsvaldið dæmir ofbeldun í vil. Þú veist, ég meina við erum bara að horfa á okkur einstu degi. Og þú veist, og ég veit svo sem ekki, þú veist, auðvitað væri gaman að vera bara á happy hour. Þú veist, ég meina, ég þrái ekki heitar heldur bara eitthvað gott happy hour, sko. Það væri alveg meira átt að sko, bara hýta stelpunar og eitthvað, skilur við, bara gera eitthvað, þú veist, gera eitthvað kósí, skilur við. Það væri æðislegt. Þú veist, bara eitthvað, maður var alltaf okkur og eitthvað. Ég meina, það er bara ekki tíminn til þess. Þú veist, við verðum, allur almenningur verður að átta sig á því til þess að geta átt happy hour mögulegt, sko, einhvern tímann í framtíðinni, þá verðum við að standa saman. Og þú veist, við förum, sko, og ég finn það alveg, ég finn rosalegan mun núna, sko, bara á því hvað eru margir að bætast við og ég menn þetta Eurovision, sko, þú veist, það er náttúrulega bara fólk bara, sko, þú veist, bara datt, sko, ofan í klósettskálina af ógeði, skilur við, þegar það áttaði sig á því að Ísrael var samþykkt inn í Eurovision, skilur við, ég menn ég hef ekki séð svona marga tjá sig, þú veist, þetta er af því að þá viðbjöðslega ákvörðun, skilur við. En það er af því að, þú veist, þetta er einmitt eitthvað svona, þetta sviptir fólk einhverju gleði, einhverju sem það hafði. Þannig að ég velti fyrir mér, sko, þú veist, til þess að einhvern veginn almenningur vakni almennilega, átti sig á því að við eigum öll eitt sameiginlegan óvin sem er bara auðvaldið og ægivaldið, kapitalismin og þetta kerfi sem er einhvern veginn búið að múra í kringum hina ríku. Sko, þá þurfa það allir að einhvern veginn svona upplifa þennan missi, persónulega missi. Og ég hugsa að þú veist hversu langt þarf þetta þá að ganga áður en að fólk einmitt fer að missa partíunum og finna það á eigin skinni að það er verið að svipta þau lífsgæðunum sem að þau héldu að þau gengur sér að vísum. Allavega við erum komin þetta langt. Við erum komin það langt að 2,5 milljón skipta engum máli. Þú veist, mörg 100.000 manns, þú veist, lítil börn, brendlifandi, þú veist, ég veist, sko, ég menna myndirnar sem að, sko, maður hefur fyrir hugskotssjónum, þær eru þannig að, þú veist, ég hef svo oft sagt þetta, sko, hérna, var valla hérna að segja þetta aftur, skilur. Þetta er bara, þú veist, og þú veist, og það að þú hafir, sko, ég held að fólk
fólk sem að fer ennþá í vinnuna reynir að hugsa ekki þetta, bara getur ekki haft þetta meðferðis í vinnuna af því hver á að vinna verður einhver að vinna vinnuna. Ég segi bara nei, þetta ekki þannig. Hvað gerist ef þú hættir að vinna vinnuna þína? Hvað gerist? Þetta er okkar eina svar. Það að hætta að næra þessi kapitalísku öfl og þessi ofbeldisöfl, vegna þess að kapitalísku öfl eru ofbeldisöfl. Það eru þau sem murka lífið úr litlum börnum, ekki bara í Palestínu, heldur bara viðsvegar heiminn, skilur. Og svift okkur Eurovision. Og þeir sem hafa orðið, það fólk sem hefur orðið, eru talsmenn þessa valds. Þú veist. Þú veist, ég hugsaði á tímabili þegar Hannes Hólmsteinn til dæmis segir að það að senda þessi helvits mögstin, því hann dettur ekki annað í hug. En þú senda mögstin bara til Súdan, Rúanda, að það vera fyrir mér fylgdamár, þá var hann að segja að það ég bara drepa mig einhvers staðar. Þú veist, og hann getur bara sagt það. Og það bara allt í lagi. Það bara allt í lagi. Það bara allt í lagi. Segjum bara hvað annað næst. Ég meina, þú veist, þá erum þetta bara upplifum það að við höfum viðurkennt ófögnuðin og það allt í lagi að segja, og ég meina, við getum bæði ég og þú. Þú veist, ég get alveg sagt líka, ég mætti alveg á mótmæli fyrir Palestínu, alltaf örugglega svona 6 mánaða fresti, ég alveg viss það. En vissi ég hvað var að gerast? Nei, ég vissi það ekki. Eða ég gerði mér ekki grein fyrir því. Eða þá, ég lokaði augunum fyrir því. Þú veist, við erum öll sek þetta. Já, 100%. Við erum öll sek þetta. Já, að humma hlutina fram á okkur einhvern veginn og neyð annarra í heiminum einhvern veginn. Að því að við höfum það svo gott og við höfum það auðvitað gott á kostnað þessa fólks. Og það málið? Það ekki málið. Það ekki hægt að líta fram hjá þeir lengur. Og það má hætta við. Það má hætta við. Það má hætta við að loka augum. Það má opna augun. Þú veist, það enginn sem að dæmir mann. Skilur við? Við verðum að ganga saman þessa leið, sko. Nú sé ég hérna inn á Al Jazeera að ég að berast fréttir hérna af 51 einstaklingi sem hefur verið drepinn sem vitað núna bara frá hádegi og hér fylgja myndir ég get nú því miður ekki varpað þeim hér upp akkurat núna en það eru langar raðir af grátandi börnum sem eru að bíða eftir matargjöfum og sko þessum hefðbundnu svona hjálparsamtökum þeim hefur verið settur svolítið stóllinn fyrir dyrnar og það eru kominir þarna inn bandarískir hermenn sem að eiga einhvern veginn að sjá matargjafir sumir segja að það sé taktískt þeir séu nú ekki komnir hérna til þess að svona sáldra matargjöfum í svöngbönn heldur séu þeir bara í beinum landhernaði Þeir hafa náttúrulega verið það, en nú eru þeir opinberlega þá í beinum landhernaði. Þannig að, og það sást myndir daginn að hluti að þessu sem átt að vera matargjafir sem að þessi hermenn að fara inn með í einhvern veginn var það þannig að það voru 5 vagnar. Já, einmitt. 3 af 5 innihéldu líkklæði. Einmitt, það voru líkklæði. Það segir kannski bara, það allt sem segir þar. Ég meina, svo kannski bara, þetta bara setning, 3 af 5 innihéldu líkklæði. Einmitt. Þú veist, þetta, sko, við búum, þetta ekkert annað en helvíti, María Lilja. Ekkert annað en helvíti. Það það ekki. Og þú veist, þetta og þú veist, og það bara til dæmis að RÚV eða hvaða svo sem fréttast og sko skuli í alvörunni éta upp eftir þessum satanjahú þessum satanista þessum verkamanni djöfulsins að skuli éta upp eftir honum það sem hann segir það ekki bara óbærilegt heldur það náttúrulega bara segir allt sitt markleysi
allra fréttastofa sem svo gera. Já, þú ert ekki hrifin á RÚV og hefur ekki vandað kveðunar hingað til. Nei. Hefurðu fengið svona óskýrðinur uppfylltar fund með útvarpsstjóra eða fréttastjóra segja? Ég hef hitt fréttastjóra á máli, alveg sem þú sko. Og ég meina sá fundur náttúrulega sko í raun og veru, þú veist, hann skildi ekkert eftir annað en sko gríðarlega tómleika tilfinningu inn í minni sál, sko, að því ég hugsaði bara að illa upplýstari fréttastjóra ef ég átt að taka mark á orðinu hans, skilur, ef ég átt að trúa því, hafið þau svör sem að hann gaf verið sönn, þá hann væntanlega illa gefnasti eða illa upplýst mest illa upplýsti fréttastjóri jarðsögunar. Sko, það bara í morgun og las ég til dæmis að hann Ingólfur Gíslason hefur verið að kanna það var einmitt. Já, hann slóði Ingólfur hefur einmitt verið Ræða Gasa. Hann sló upp bara svona að gamni, eða ekki gamni, ég veit ekki. Nei, það er bara áhuga. Já, áhuga á fréttavef RÚV, hvort að stofnunin hefði á einhverjum tímapunkti fjallað Hind Rajab sem var litlu stúlkuna, sem var, við heyrðum öll ég meina það var þetta bara vera myrta við heyrðum í beinni útsendingu hann að verða fyrir 300 66 skotum. Einmitt. Þegar að hún í marga klukkutíma sat inn í bíl með dreipinni fjölskyldu með myrtum fjölskyldumeðlumum. Hún faldi sig og samtalið er hún að eiga við hjálparstarfsmann í einhverju neyðarlínu. Það nálgast á netinu. Og þetta eitt svona svakalegt, þetta svona mál sem skók landsbyggðina, þetta einhvern veginn vakti marga til umhugsunum svona hvað verið að gera hérna. Þetta var svo átakalegt að heyra röddin í þessu litlu stúlku. Ég meina það bara heimsbyggðinu, þetta bara 6 ára. Já, og þetta svona allavega snerti við mörgum en snerti ekki við RÚV. Nei. Þannig að En já, einmitt, það það sem ég ætlaði að segja, umfjöllun þessa litlu stúlku sem að einhvern veginn er á allra vörum og hún átti afmæli daginn og fólk hélt upp á afmæli henni til heiðurs. Já, ég meina Hinds Hall, eitt frægasta lag poplag sem samið hefur verið þennan atburð. En það er ekkert RÚV? Nei, RÚV, veistu það? Ekkert Hind Rajab? Ekki orð. Og það var sama, sá ég að hún Helga Þóra Jónsdóttir sem nú hefur líka komið hingað og talað Gasa, hún hafði gert svona álíka könnun sjálf og þá var það Aron Bushnell sem ekkert hafði komið út úr þeirri leit. Aron Bushnell er náttúrulega maðurinn sem kveikti í sér og kaus að fara bara kveðja þennan heim. Bandarískur hermaður sem gat ekki látið bjóða sér lengur og hryllingin og viðbjóðin. Hann vildi ekki vera meðsökur og hann ákvað að vekja athygli á málstaðnum með þessum hætti. Það var ekkert á RÚV. Ekki orð. Og ég meina við skattgreiðendur kannski ættum að velta því fyrir okkur fyrir hvað við erum að borga. Einhvers konar áróður virðist vera? Þetta er bara beinn áróður. Þetta heitir eitthvað svona, þessi áróður heitir, þetta er svona, þegar meðvitað er verið að halda upplýsingum frá almenningi, þú veist, eða leikstýra fréttaflutningi. Og það er það sem er gert á RÚV. Fréttaflutningi leikstýrt og ég meina eina vælið eða söngurinn sem maður fær þegar maður á þeim tíma sem maður hafði einhvern kraft til þess að spyrja RÚV út í þetta, þá er alltaf verið að tala einhverja tímaþröng og svona og bara við erum alltaf einhverja eðlisleiri tímaþröng en það nógur tími fyrir þetta sama fréttafólk til þess að vera með grínþátt það sem ekki, þetta frétt? Er ekki til ykkur þátt sem þetta frétt? Það sama fólkið. Já, það sem að fjölmiðlafólki er boðið, nema samstöðinni. Já, það sem fjölmiðlafólki sömu fjölmiðlafólki
boðið að grínast svolítið með eitthvað hvað frétt og hvað ekki frétt svona í gegnum tíðina, en það má ekkert vera því að búa til að eru fréttir, það er svo lítill peningur, veistu hvað lítill peningur? Það alltaf engin hugsjón, engin peningar og engin tími. Það er nokkur 100 miljardar held ég, það sé sem að samt að borga allir skatt. Ég meina það eru gríðarlegu fjármunir sem fara í RÚV og maður ætlast til þess að þau gerir betur. Já, þetta er bara marklaus fréttastofa, þetta er ekki fréttastofa. Nei, þetta er orðið eitthvað svona. Já, þetta er eitthvað humbúk, skilur, eins og bara borgin, bara humbúk. Hún er ekki þjónusta borgarana. Þú veist. Þannig að, þú veist, ég veit ekki, ég meina, en þetta virðist einhvern veginn vera þannig að á meðan okkur líður öllum eins og við séum að leika leikinn, þá er allt í lagi. Ef við höfum okkur áfram. Ég verðum bara öll með Instagram-filterinn á, þá bara sér enginn gallana. Já, og það er einhvern veginn þannig, og þannig ætlum við að láta okkur líða vel, bara 10 mínútur í viðbót. En, sko, og kannski göngum við bara þessa leið helvítis til enda, af því þú veist, þetta er ekki gangi þetta upp með þjóðarmorð í Palestínu, þá verður, gengur þetta bara eins og eldur í sinu alla heimsbyggðina. Þú veist, hvað heldur það verið lengi að ganga frá öllum grænlendingum? Þú veist, korter. Það kemur að okkur líka. Korter 20 mínútur. Eða Íslandingum 300.000 manns. Sópa okkur bara til sjós. Það er það sem mér þykir svolítið svona áhyggjuefni, að því að við sjáum með hvað hætti bandaríski völd og ég meina þetta heimsveldi með hvað hætti þeir tala Grænland og Grænlendinga, þeir ætla að eiga það. Já, og þeir eiga okkur nú að svona langmestu, þeir þurfa voðalega lítið að gera og svo andspyrna sem þeir munu mæta þegar það kemur, og ég segi þegar það kemur, því að hér eru við rík á auðlindum og heimurinn hann að brenna og það vantar vatn og það vantar orku, það vantar ýmislegt. Þegar það verður tekin ákvörðun að landið okkar verði nýtt með þessum hætti og þau örfáu okkar sem að þorum kannski að standa upp í hárinu á þeim og mótmæla, þeir verði ekki lengi að losa svo við okkur. Þannig ég velti fyrir mér hvað þarf maður að gera til þess að fólk átti sig á því að þetta er ekki, þú veist, þetta er alvöru lífið, veröldin okkar sem við búum í. Við höfum þetta ægivald, þessar ólögu vondukalla og restin af okkur, alveg sama hvort við reynum að leiða það hjá okkur, við munum öll finna fyrir því. Það er það sem er gert við börnin í Gaza verður á einhverjum tímapunkti gert við önnur börn og það endar svo með því að okkar eigin börn lenda í því og það er þetta sem að einhvern veginn, það gerir mig svo ofboðslega pirraða að fólk skuli ekki kveikja á þessu. Já, ég held að en mikli sökudólkur í þessu sé einmitt svona sé sér menntunarskortur og þú veist, það er auðvitað líka pólitískt vald sem stýrir menntun og ég meina, ég er 57 þú veist, ég vakna bara upp við það allt sem mér hefur allt kannski nema margföldunartaflan er lygi, skilur allar þær upplýsingar skilur, þú veist, Guðslof var mér kennt að lesa og ég þakka fyrir það. Þannig ég get þá bara numið sjálf og og ég raun og veru vinnur valdið gegn menntun bæði bara með því að þú veist gera lítið úr kennurum eins og borgin gerir og þú veist og allt þetta, greiða þeim illa og gera aldrei það sem þau að gera til þess að menntun geti farið fram þú veist, það er bara svo strategía Já, en svo er líka bara þú veist, ég er líka svo gagnrýnin á menntakerfið að því leiturinn til að þú veist, í hverju erum við að mennta börn? Ykkur eru, þú veist, endurskrifaðar í sögu ykkur þú veist Ég náttúrulega þessi sú saga sem er sögð hún er öll í bara öll í frá upphafi til enda Ég held að það sé nokkuð ljóst hún er það það er þannig þú veist, það er bara og ég meina það er leiðilt að vakna upp við það bara þú veist, fjörgumil kona
að þú veist að allt sem þér hefur verið sagt var lygi, en ég meina það kemur ekkert á óvart, þú veist, ég er alveg fljóta að læra sko, ennþá, og þú veist, og þannig það bara, Sigurvegarinn segir auðvitað alla söguna, þú veist, og allt það sko, en þannig að þú veist, það eina sem að við foreldrar getum gert, og ömmur og afar, ég komin þannig aldur, að sko mennta börnin okkar, en það við djöfulinn að etja vegna þess að deyfilífið sem að framleitt fyrir börnin okkar, sem eru samfélagsmiðlar og allt þetta sem að haldið að þeim í daglegu lífið þeirra, gerir það verkum að eins og lesið var fyrir mig í morgun, börnin fara út á trampólín, en fara svo undir trampólínið í símannu sína. Já, þetta áhugavert. Kristína, ég þarf því miður að setja punkt í þetta góða samtal okkar hér. Takk kærlega fyrir að koma, gefa tími í það. Ég veit að það nóg að gera hjá þér. Það er baráttan sefur ekki. Hún sefur ekki. Og við erum í baráttunni saman, öll saman. Akkurat. Og tók ég við því að það meira hér handan við hlið. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Ég heiti Ingólfur Snær. Og þú ert hér staddur á þessu stóra og flotta málþingi. Ertu búin að hlusta á öll erindin? Já, ég hef reynt að hlusta svona eftir besti getu. Ég er aðeins að aðstoða líka og svona, þannig að þú veist, já, þetta lítur mjög vel út og bara skemmtilegt og vonandi bjarti tíma framöndan. Já, þegar þú segir bjarti tíma framöndan, ertu þá að meina bara svona almennt í fangelsismálum eða eitthvað svona sérstakt sem er hugleikið? Mér er náttúrulega bara hugleiki betrun. Ég var sjálfur í fangelsi á sínum tíma og ég brenn fyrir það að sjá menn einhvern veginn fá að blómstra og geta kannski nýtt þessa neikvæðu reynslu sem þeir hafa farið í gegnum í lífinu í að hjálpa öðrum og að breyta samfélaginu til góðs. Og frá því að þú laugst á afplánun, finnurðu mikinn mun á svona viðhorfinu í samfélaginu? Já, algjörlega. Ég meina, ég er að vinna fyrir Landspítalann og borgina og allt í dag, bara eiginlega eingöngu út af reynslunni minni, þú veist, áður fyrr. Þannig að, já, ég sé breytingar og ég trúi því að það sé bara, að þetta sé bara upphafið, sko. Það er bara svolítið hannig, sko. Eru fólk í fangelsum vont fólk? Nei, alls ekki. Þú veist, þetta er yfirleitt bara einhver fólk sem hefur gengið í gegnum mjög dimma dali og þurfa kannski bara aðeins svona að þú veist, það þarf að rétta af viðhorfin, rétta af aðstæður og reyna að búa til einhvern veginn öruggan grundvöll til þess að þroskast og endurhæfast, sko. Takk hérlega fyrir þetta. Takk hérlega fyrir sömuleiðis. Byrja að spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Þóra Björg Sirjadóttir. Sæl, nú ertu stödd hérna á þessu flotta málþingi. Ertu búin að fylgjast með öllum erindunum? Nei, af því að ég er búin að vera í sjálfboðaliðastarfi hérna frammi að taka á móti eða gefa fólki svona miða. En ég er partur af afstöð, þannig að þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Hvaða þýðingu hefur afstæða fyrir þig? Mjög mikla þýðingu. Þetta er einhvern veginn, þetta var ekki í gangi þegar ég var í fangelsi fyrir 11 árum síðan og hefði mikið þurft að vera. En í staðinn þá fæ ég að vera með og fæ ég að fara inn í fangelsin og annað og sjá þetta verða veruleika þetta sem mig vantaði þegar ég var inni. Þegar þú talar svona það sem þig vantaði þegar þú varst inni, væri það svona tengsl bara einhvern veginn eða einhvers konar skilningur eða hvað áttu við? Já, einmitt. Það sem þú varst að segja. Þessi tengsl og þessi skilningur og þessi jafningja grundvöllur. Það vantaði ótrúlega mikið þegar ég var inni. Þú segist hafa greint svona mikinn mun með tilkomu afstöðu. Finnur þú fyrir svona miklu mun í samfélaginu sjálfu með viðhorfi í garð fanga? Já, það er mikil vitundavakning, mjög mikil og bara mér finnst vera bara það er náttúrulega ótrúlega mikil samfélagsbreyting en ég held að þetta sé eitthvað sem að þurfi að eiga sér stað bara þannig við getum átt betra samfélag.
Takk alveg fyrir þetta. Segðu mér fullt nafn. Gústi. Sæll Gústi. Ég sá þig á sviði, virkilega flott, takk fyrir góðan flutning. Þú hefur ákveðna sögu. Hver er svona, hvað þýðir samstaða? Svona í afstaða meina ég, fyrir þig? Afstaða? Þetta er bara, þetta er félagskapur sem spruttin af hérna föngum. Ég man þegar þeirri menn voru að stinga saman nefjum í fangilsinu, þar sem ég var nú í fangilsinu tíma. Og þetta er bara, afstaða er félagskapur karla og kvenna, það sem að snúa að réttundum og baráttumálum fanga og aðstandenda þeirra. Og þeirra hlut. Þú sast sjálfur inni, greinur mikinn mun á viðhorfum fólks svona út í samfélaginu til fanga? Já, ég finn mun. Það er svona eins og það er sem að sé miltisbrandur sem að mæti sem staðar. Þá líður fólki bara illa og þess að hugsa bara hvað sem það er að gera hér. En bak við fangan og afbrotamannin er bara manneskja skilur sem hefur grunnþarfir aðri sko. Mikið rétt. Færðu svona á vegum afstöðu í heimsóknir í fangilsin? Nei, ég er í fangilsi. Þú ert í fangilsi? Þú ert afplánun núna bara? Ég er í afplánun og ég er bara fangi og þar er ég bara og já. Og þú tekur bara svona hverjum degi eins og hann kemur? Já, fyrir dagur er bara lífsgjöf, það maður verður svolítið að horfa á það. Við verðum, allan ég er bara orðin þannig, kannski maður komið BA í úttekt en það er bara að taka fyrir degi sem bara upp á nýju lífi. Hvað myndir þú segja væri svona mikilvægast fyrir þér sem situr nú í afplánun að verði að veruleika svona varðandi viðhorf, varðandi bara umhyggju og allt svona utanumhald fyrir fanga? Það vantar bara, eins og þeir segja alltaf, vantar pening í kerfið. Það sem vantar er meiri þjónusta. Það þarf meiri sálfræðinga, það þarf meiri geðlækna. Við erum að átta okkur á hverju er fangi í fangilsi. Og það þarf að gera eitthvað í því. Og það sem við þurfum að gera er svolítið að taka utan um einstaklinginn og við þurfum að meta hvern á einn. Við getum ekki bara hort á 10 og það eru bara allir eins þessi 10. Það erum ekki allir eins, við erum 10. Myndirðu segja að fjölgun fanga væri þá frekar svona samfélagslegt vandamál? Það væri eitthvað í samfélaginu okkar sem að svona rekur fólk út í að gera hluti sem að eru ólöglegir. Og við ættum að horfa það út frá því frekar heldur en að kannski svona plástravandan með því að loka bara og læsa fólk inni. Já, við eigum klárlega að horfa á einstaklingin sem einstakling. Og þetta skilur að henda manni bara í fangilsi og halda það lagi samfélagi, það gerir ekki neitt sko. Að við skulum vera fjölgun af föngum en ekki fjölgun af rýmum. Þá byggja nýtt fangilsi sem er á rúma 120 þegar það er fullt gert en rétt 90 þegar það núna á notkun, til þess að maður kemur í notkun að segja það og loka öðru sem er 80 manna. Það er engin lausn. Ég sé fyrir mig fleiri opin fangilsi, 200 manna fangilsi, þar sem við gætum gert alvöru miðstöð, endurhæfingarstofnun miðstöð, þar sem við tökum einstaklinginn, hver og einn er mættur þar sem hann er. Frábært, látið það bara vera að loka orðin, takk fyrir þetta. Takk fyrir þessu. Lífið er fallegt þó maður sé í fangilsi. Ég vakna upp og ég horfi þakklátum augum á lífið. Ef ekkert af þessu hefði orðið, þá ætti ég ekki þetta fallega líf. Sunduskotin er með orðum sem ég bryð og veiti með orðum. Öfundi flesta drepur, meðan samkenndin fer á önnur með. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa?
Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í samræðu geðheilbrigðismál og ýmislegt sem að þeim tengist. Til minni kominn Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Takk fyrir að koma og mér langaði til að biðja að segja okkur frá svona merkilegri, var ekki ráðstefnu sem að hét þörf fyrir samfélagsbreytingar. Jú. Var haldið núna bara fyrir nokkrum dögum og þar kom nú bara ýmislegt. Voru það að tengja saman raunverulega tilfinningasviðið og pólitíska eða samfélagssviðið svona? Já, það má kannski segja það. Þetta er bara ágætis kannski greining á því hvað við erum að reyna að gera. Og þetta er ráðstefna sem að við héldum fyrst fyrir 2 árum. Í rauninni heitir það sama, það var útgáfan 2023 og þá erum við að fá fólk sem að tala fyrir nýjum leiðum, ekkert endilega einhver svona byltingakend, einhverju kristallar, skilur við, heldur líka bara, kristallar líka þannig séð, að bara hlutir sem að eru öðruvísi eða eru með annari, það er önnur nálgun en virkar og hefur sýnt sig að virkar. Og að þessu sinni við erum alltaf með jafningja áherslurnar miklar og núna fórum við dálítið mikið inn í áföll og fanga og í rauninni áföll og samhengi áfalla við geðheilbrigði. Þú veist, genin eru eitt og þau hafa verið ráðandi í umræðinni í langan tíma. Við svona setjum talsverða spurningamerkjum við þá nálgun. Já, það er geðveiki ættinni, sú spurning. Já, í raun og allt sé útskýrt út frá einhverjum boðefna, þú veist, ruglingi og efnaskipta vandræðum. Ekkert að, þú veist, það getur vel verið að þú veist, en málið er að umhverfið samfélag, hvað það sem að ýtir okkur, fátæktin eins og við talaðum hér áður og allt þetta. Og við fengum ansið, þetta var mjög gott. Meðal annars, og svo annað kannski svona áðurinn í fer og aðeins dýpri í þetta, þá langar mig að segja það var þetta og svo rættum við talsett raddir. Það nefnilega hefur fyllt okkur manninum að heyra hluti, skynja hluti, sumir skynja hluti sterkar en aðrir og skynja þau jafnvel og sjá hluti sem aðrir sjá ekki og heyra hluti sem aðrir heyra ekki. Þetta getur orðið erfitt, þetta getur orðið mjög erfitt og sérstaklega þegar lítill skilningur á umhverfinu, eða umhverfisins á því hvað þetta er og lítill svona nálgun í þá veru kannski að lifa með hlutum og vinna með hluti og hlusta hvað er þetta að segja okkur. Og við fengum merkilegan mann og svo raddheyrara með honum. Trevor Iles hann sem að fer fyrir Hearing Voices í Danmörku og í rauninni vinnur með raddheyrurum. Það er fólk, hann hefur lengi unnið í geðbransanum, bæði Bretlandi og Danmörku og með honum var raddheyrari og við heldum námskeið, heilstags námskeið fyrir bara ýmsa, voru starfsfólk Reykjavíkurborgar og það var líka notendur, fólk sem hefur upplifað og heyrt, að svona til að önnur nálgun heldur en sú sem er ríkjandi sem að snýst röddin er slæm, hún voru að fara. Þannig erum við að tala um ekki þessa sem að einmitt fólk hefur verið mjög hrætt við, eða þetta er bara í bókmenntum og kemur svo oft að það er þessi í skítsofreníu eða geðklofa er það ekki, eitt aðalenginni þetta eða svona vísasta merkið eða klárasta merkið að með séu farnir yfir með orðin geggjaðir, það er þegar þeir heyra einhverja ókunna rödd í sínu eigin höfði, er það ekki? Já, og það er þetta. Þetta hefur verið svona greiningar viðmið á því að vera og þetta var í lífni þessi þegar við þú veist, maður er ekki eldri en það að þetta var bara svona dauðadómur að fá þessa greiningu og það hefur gert það líka að fullt af fólki að fela það að það skynjar og það er ekki bara raddir, það er svo margt annað við sjáum hluti, við skynjum áður þeir gerast og alls konar sem er bara álitið eitthvað svona sumir trúa og aðri trúa ekki og allt það en raddirna sérstaklega urðu
Því það alveg staðreynd að það eru svona raddir sem að segja kannski hluti sem eru ekki beinlínis fallegir, segja þeir að gera ykkur hluti og svo aðra raddir sem að segja eitthvað annað, að við höfum svona tendensin hefur verið að loka á þetta og losna við þetta, en í staðis kannski hugsa sko, hvað gerist áður, hvað búið að gerast í lífiðinu, hvað þetta sem er eitthvað sem við getum hlustað á. Þetta svona þetta pínulítið Jung í þessu. Jung var alltaf að tala að hlusta á drauma, hlusta á þessar skynjanir. Hvaðan kemur þessi rödd líka, er það ekki bara, og hvað, í sálfræðin það nú bara svona mjög talað að þú verður að hlusta á, og ekki í þessum skilningi kannski að einhver bara alveg virkilega raunveruleg rödd, heldur þegar fólk tala við sjálft sig, kannski að tala bara sjálft sig niður, bara í hversteginum, og margir kannski þekkja það, ætla að fara að gera eitthvað, bölvaður hálfvita ég nú, þessi rödd sko, sem að fólk tala rífur sig niður, það eru raddir, þetta nefnilega, þetta bara mjög óljós mörk, og það mjög gott, og það mjög heilbrigt, og það mjög frelsandi að ræða þetta á þessum nótum, og það ekki sem segir, það ljótt að taka lyf, það gott að taka ekki lyf, eða það gott að taka lyf, og þetta ekki það. Þetta snýst bara að við förum kannski að horfa aðeins bara stækka myndina og hlusta á fólk sem með aðra reynslu og hefur unnið með þetta, því að eins og þú segir í gegnum bókmenntirnar, gegnum söguna, ég meina við lifum í svokölluðu kristnu landi einhverju leyti, sem byggir á bók sem að margt kemur fram, en að þar tala menn tungum, þar sjá menn sýnir, þú veist, ganga á vatni, alls konar dæmisugur og dót sem að kannski myndi segja, ég meina, þetta geðklófagreining, eða hvað það sem að nútíminn myndi færa okkur, en í Delphi, í Grikklandi, véfréttirnar, sjamanarnir, allt þetta, fólk sem í þessu spiritual nánd, það ekki, þú veist, það bara við þurfum að kannski að hætta þessari ofur vísindahyggju á allt og hérna líka þessari, og hún hefur haldið svolítið því miður í hendur við þessa ofur kannski frjálshyggju, þú veist, þá ég ekki að tala sko ekki samt svona liberal heldur, ekki frelsishyggju, en þetta svona þessi ofur einhvern veginn markaðsvæðingu allra hluta, og það ekki gott, þannig að þetta snýrst alltaf þetta var rattahlutin, svo fengum við fangahlutan sem að hann var alveg dásamlegur, hún heitir Fritzi Horstmann sem kom og fjallaði sko hún með reynslu, hún kemur úr, hún kvikmyndagerðarkona og hún fór inn í fangelsi með svo kallar Compassion Prison Project, það sem að það gengur út á að fangandi deili í rauninni reynslu sinni með ákveðnum hætti, ganga í svona hring, stíga eitt skref, hefur þú orðið fyrir þessu, gerðist þetta, og þeir stíga, þú veist, þetta eru 20 og eitthvað skref eða 30 skref, þetta eru mörg skref hjá þeim, og þetta byggir svolítið á þessum áfallalista, það svona trámalisti sem að áföll í æsku, sem móta líf okkar, og ef þú ert með fleiri ákveði þá getur átti miklu vanda, og fangarnir eru á meðaltali með svona 8 áföll sem gríðarlegt magn. Er þetta einhver listi sem að fólk getur bara nálgast? Já, þú getur farið bara fundið hann og þú veist, þetta þú veist, vanrækslan, kynferðisofbeldi, þetta alls konar, og ekki bara drykkja, fara í fangelsi, sko foreldrar þínir. Þetta eru svona hluti sem að móta þig, sko þá erum við ekki að tala um þessi daglegu áföll okkar bara, heldur þetta eru svona djúpstæð. Og það sem betur fyrir að vinna mikið með þetta, og hún fór og hún var alveg mögnuð, hún var líka í fangelsunum í þessari viku að hitta fanga, því það eru konu jafningjar í fangelsismálunum, hún afstæð til 20 ári í dag, rástefna, það sem að ég var hérna áðan og þú veist, það er mjög merkilegt starf og sem Toll að gera líka með Bata-húsinu og hérna breathwork og allt þetta, svett. Við höfum fjallað að Laufey Líndal var með viðtal hérna einmitt
þetta og líka, já, og svo erum við í undirbúningi að tala meira þetta jafningja konsept, eða hvað, getur aðeins bara skotið inn fyrir þá sem ekki þekkja hvað það, þú vísar í þessu eins og allir að vita hvað það Já, það eru þetta kannski þessi bara reynsla, að hafa reynslu og hafa síðan farið í, að vera jafningi ekki bara að vera með reynsluna, það er svona til að stíga að kunna að vera líka jafningi, það að kunna hlusta. Þetta er bara hlustun tólsvert. Þetta er ekki, þú veist, Oddný, þú verður að. Þú bara hlustar á mig og svo, já, fyrir mig, já, ég kannast við þetta, skilur, ég kannski geri þetta, ég veit það ekki, það hentaði mér. Þetta er þessi nálgun á hluti og þetta er að ryðja sig til rúms, sko, í fangelsum, á geðdeildum og víðar. Og geðhjálp mun kannski ræða það síðar og kannski talaði það líka við hérna síðast en við erum að stefna því að byggja upp skjólshús sem er bara jafningja sem reka það sem er svona krísustaður sem getur komið í 2 vikur hittir og það er á þínum forsendum. Það er á nefnilega, það sem er oft erfitt er þegar maður kemur inn á deildir og svona þá er það þetta byggir á því, ég er fótbrotinn og þá, þú veist, maður treystir bara lækni, hérna, hann fyrir að skoða og metur og tekur röntgen og þetta og það er eins með geðið, það er svona krafum að þú komir og þú ert bara svona, já, heyrðu, þú þarft að, hérna, en þín innsýn, þín sýn, hún er ekki notuð neitt og það sýnist það gagnast ekki þegar þú fer síðan út og ætlar að lifa þessu lífi og þá ferði krísuna aftur og aftur og aftur. Af því að þú tengir ekki við þetta kannski sem er verið að segja þér. Stundum hjálpar það og við erum ekki að tala niður neitt. Þetta er bara... Þetta er eins og draumur margra sko vináttu. Það er náttúrulega í svona samfélagi oft einmannaleika og einmitt eins og þú segir þar sem að markaðshyggju, þar sem við erum alltaf einhvern veginn og misskiptingar, þar sem að stór hluti kannski er að berjast fyrir bara nauðþurftum eða svoleiðis. Það er oft lítill tími fyrir samskipti sko vináttu þar sem einmitt er þessi hlustun einhvern veginn. Þar sem ég held að kannski marga bara dreymi þetta geta sagt bara treyst einhverjum fyrir sér eða þannig. Nákvæmlega og sko einmitt ekki einu sinni á geðsviði sko. Nei. Já, þetta er það geðsvið. Já, í þessu er það, en sko það er auðvitað alveg rétt. Tengslin sem að við auðvitað okkur svo mikilvæg. Og er kannski það sem við ættum mér unni, hvað er það? Þú veist að því við flysjum alltaf utan af öllu og segja, heyrðu, ok, ég er hérna búin að sjá hvað vantar. Það vantar bara að setja hérna upp nýja stétt sem heitir mannauðsráðgjafar í vinnuna, í vinnurnar allar, til þess að fara og finna þá sem að líður ekki vel og laga þá. Sem er alveg fallegt, en það byggir hins vegar á þessu að halda bara djamminu áfram. Það er eitthvað norm þá. Já, normið er samfélagsgerð sem er kannski ekki góð samfélagsgerð. Kannski er það sem er raunverulegt vandamál, hvernig við búum högum okkar lífi, sko samfélagi, það er ramminn sem að sáttmálin. Og tengslin þarna inni eru því miður, við okkur skortið þau meir og meir. Og ég hugsa oft sko, ég átti langömmu sem að ég var dálítið með og ég hugsaði, þú veist, hennar líf sko, ég hef sagt henni þarna 1914-15 eða 20 þegar hún er svona orðin bara svona ung kona sko 2025 þá förum við þurfum ekki að mjólka neinar kýr, við bara fáum mjólk og við fáum kjöt og við fáum allt, við fáum bara allt sem við viljum hvernig sem við eigum fyrir því öllu, við farum til útlanda, hún fór aldrei til útlanda hún myndi bara segja, já, það er útópían, það er fallegt líf, það hlýtur að vera allt frábært þá. En svo stöndum við hérna og þetta er alls ekki frábært. Hvað er það? Akkur líður okkur ekki vel? Akkur eru við einmana? Akkur eru við svona, já, fjandsamlega? Akkur eru við að drepa annað fólk? Akkur eru við í öllu þessu rugli? Ef allt er í rauninni, það var aldrei verið mikið af peningum og öllu. Og það, auðvitað, getur við sagt að það eru miklu fátækari í lönd og allt þetta, en þetta er bara samt svo sláandi og segir okkur raunni að þessi... Það er aukið ofbeldi á Íslandi og svona vanlíðan meðal barna og fullorðina. Það er hægt að skýra einhver leyti, eins og segir kannski með misskiptingu og aukinni misskiptingu, sko fjárhagslegri og samfélagslegri útskúfun, einhverju jaðarsetningu og þannig, en ekki líklega
bara hægt að útskýra með því. Það er að segja, það er ekki hægt að bara laga með því að sem flestir fái sem sagt, meiri lúksus eða þannig. Þetta er eitthvað hugmyndir einmitt samfélagið sem talið hið góða ekki allavega það eitthvað tengslaleysi í því líklega. Já, ég held að það sé alveg og við eins og þegar við heimsóttum alla skóla landsins og hittum alla krakkana í öllum hverfum, öllum stöðum, allstaðar og í svona hverfum það sem var mikil, svona kannski það ekki þannig, það fullt af góðum heimilum á öllum stöðum. Það fullt af góðu fólki að gera góða hluti í Efra Breiðholti, í Garðabæ, Álftanesi, Fossvogi, allstaðar. Hins vegar það sem mikil velmegun, það er geðvandi svo sannarlega fyrir hendi og hann jafnvel stór og hann svona fyrtur, það kemur út af fyrringu og alveg eins og fátæktin, hún skapar annað umhverfi að það er ekkert minna, þú veist, strögglið. Það fylgir því hamingjan ekki þarna, þetta nákvæmlega þessi næring. Og það var gerð rannsókn líka með sveitarfélög, þú borar gata þá og kemur með göng og þú getur keyrt þangað, þá allt gott. Það kemur ljós að það snýrist allt menningu. Einhvers konar menning, menning hún stór og ef það menning, ef það samfélag, þá göngin, þau eru vissulega góð, en þau breyta ekki ef að menningin ekki, þá mun álverið ekki leysa það, skilurðu. En það vantar ofta ekki svona heildarsamhengi eða svona, það byrja með einhverja lausn eins og það er gott að hafa jarðgöng til þess kannski til að efla menninguna eða svo leiðis, auka flæðið inn og út, en svo kannski ekki alveg hlúðað áframhaldinu, þú veist, það þarf líka að vera uppbygging á menningunni eða íþróttastarf út á landi oft gott, en maður velti fyrir sér svo eru tónlistarskólar en það vantar oft eitthvað til þess að verði svona bara einhver lífvænlegt samfélag. Þetta alveg rétt og þú veist, þetta fer oft í einhverju líka, byggir oft á samkeppni. Það byggir á því að það sé ef að liðið mitt vinnur þetta, þá allt gott. Og það sýndi sig líka alveg þegar þú veist eins og fyrir austan að ég var fyrir austan í smá stund 2002 því að veturinn þegar Norsk Hydro sögðu nei og það var Helga var að vinna var að kenna í grunnskólanum og það voru 2 íbúðir í þessu fjölbýlishúsi þarna á Reyðarfirði. Það var tónlistar, pólskur að tékniskur tónlistaskólastjóri, einn og svo önnur íbúð sem Helga hafði eitthvað stöður í hinum endanum. Og fyrir hlustendur áhorfendur sem ekki vita þá var Helga konan þín. Já, eiginkona mín fyrirgefiði og þetta var svo kósí en allavega að þarna þú veist, það sem það leiði alltaf svo illa, þeir voru alltaf að bíða eftir þessari lausn. Síðan, þetta var mjög erfiður tími, svo bara nokkru mánuði síðar, þá sagði, þú veist, Alcoa, já, við ætlum að gera þetta. Og þá var allt gott. Þetta ég ekki að gera lítið úr atvinninu og því sem það skapar, en skiluru, þetta var svo þegar maður skoðar þetta í samfélagsgerðin, fyrir mig mannfræðistúdíu, félagsfræðistúdíu núna, þá þetta ekki kannski það sem að samfélagið þurfti mest á að halda. Hins vegar þetta ekki alveg fyrir hluti. Ekki, þú veist, ég lendi þessu líka þegar ég var í Bolungarvík þá var meitt verið að ræða göng og þá var verið að skoða alls konar útfærslur. Þú varst bæjarstjóri í Bolungarvík. Og þá spurði ég spurninga bara í sakleysi mínu, það var samgönguráðherra sem var að mæla fyrir einhverju lausn sem hún var ekki góð, var ekki farið í þá lausn á endanum, en ég spurði út í þú veist, svona mannfræðistúdíu og svona félagsfræðilega rannsóknir og það var svo klassískt einhvern veginn að hann bara hlóað mér og gerði lítið úr því sem ég spurði hann fannst þetta og þú veist, þessi mórall þú veist, það bara þoskur einhvern veginn og það eru verðmæti skilningurinn, við verðum að ná inn í þann skilning að það samfélag miklu meira heldur en viðskiptaráð það bara angi hann reiknar ákveðna hluti en svo allt hitt sem bara risastórt En eitt útlökur ekki annað eins og þú ert að segja það þarf náttúrulega byggigöng og það þarf allir minnst vera kvóta, þú veist, réttlátt skipting kvóta og það þarf atvinnu, en það þarf ekki bara það. En hvað þarf þá meira? Er það þá vináttan eða þú veist, hverjir voru svona helstu lausnirnar eins og þessari
Já, ég rættum það tengsl og skilningur og samkennd það sem að okkur í rauninni, það það sem að við eigum að byggja samfélagið, þetta þetta búið eftir klísja. En það bara skortur. Tengsl, skilningur, samkennd. Samkennd. Það í rauninni, og að byggja í rauninni meðferðir út frá því og horfa síðan á hérna nú erum við alltaf að lendi því að við þurfum alltaf að vera að gefa þessum þetta og þetta og þetta og það þetta margir sem að plömma sig ekki og þeim líður ekki vel þú veist, við erum í þessu ástandi hérna þú veist, við erum þetta kannski eitthvað annað sem betra betra að gera eitthvað annað hvað getur það verið, taka svona smá sáttmál það að því ég þú sko á síðustu ráðstefnu fyrir 2 árum og þá talaði James Davies sem ég hef minnst á hér áður og hann talaði mikið samfélagsgerðina, hann talaði mikið nýfrjálshyggjuna og hann ekki, þetta snýst ekki að vera hérna, ég kommunisti og eða, þú veist, nýfrjálshyggjan hún bara setti allt á markað og það var allt einhvern veginn boðið út. Það var allt betra þannig því ríkið, þeir eru bara, þú veist, þetta svona hugmynd sem gengur upp í einhverju svona hagfræðiformúlu en hún gengur samt ekki upp af því að það eru aðrir hlutir sem spila með. Þetta ýtti undir allan lyfjabransan, þetta ýtti undir alla, þú veist, við erum svo óheilbrigð, það alltaf eitthvað sem við þurfum að laga. En það auðvitað það sem auðvelt að selja, það heilbrigði, sko ef að nýfrjálshyggjan Þér ekki selt neitt út heilbrigður. Nei, þannig að það náttúrulega svakalega mikilvægt ef maður hugsar svona kerfi sem djöfuleg, bara þau eru eiginlega bara að endurnýja sjálf sig, sko. Og sanna sjálf sig alltaf og þá kemur það að þetta verður vítahringur að þér líður illa í þessu kerfi en kerfið tekur það ekki á sig og enginn bendur á þessi kerfin að kenna heldur að það bara þú sem ert eitthvað, það eitthvað í genunum hjá þér eða bara þú einhvern veginn mishefnaður og þá ert þú svo heppin að þú getur keypt lyf og keypt aðstoð. Og sama tíma þá erum við með og það alveg rétt, báknið blæs út. Félagsleg þjónusta, hún stækkar alltaf. Þörfin eftir félagslegri stuðningi og þjónustu stækkar alltaf. Þetta verður alltaf miklu stærra bákn og það aldrei nóg. Það verður alltaf lengri biðlistar. Það er alltaf meiri þörf. Þetta orðið svona, þetta bara spíralast en við förum aldrei að spýta stopp með þess. Hvað eitthvað? Getum við, ég sannfærður að það sé, en við þurfum að það erfitt, sko. Það mjög erfitt, ég meina. Geðlyfjabransinn 104.000 milljarðar ári. Og þú veist að það mjög erfitt að einhvern veginn, stoppum þetta, náum þessu niður. Þú veist að því þetta bara eins og með kvótan, það mjög erfitt að deila honum út aftur, þau eru búin að fjárfesta svona mikið, búin að setja svo mikla pening í þetta, þú veist, þetta svo, allt þetta, það gengur út og hann hækkar alltaf í verði, af því það þarf alltaf að veðsetja og ná að kaupa og fjárfesta og allt þetta, að vinda ofan að svona mjög erfitt, en þetta getur ekki haldið alltaf bara áfram. Þetta svona hugarfarsbreyting sem byrjuð og hafin og þið eru inn í henni og kalla til landsins fólk sem þú veist að fylgjast með í þessum breytingum og finna nýjar lausnir og smá saman kannski hægt að breyta. Þetta alltaf tilraun til þess, eiga svona samtal og eiga það ekki endilega heldur líka ekki of dæmandi, af því við erum alltaf dæmandi á öll einhvern veginn. Þú ert auðmikið, þú ert einhvern veginn, það alltaf allir. Það alltaf, þú veist, þú ert ekki nógu mikið eitthvað, þú veist, þetta búið að fylgja okkur í árþúsundir og erum í því, hins að verður að segja alveg sannleikan, sko, þú veist, það má ekki bara segja, þú veist, reyna að pakka honum ómikið inn, en hins vegar það þarf ekki að gera það í einhvern fjandskap, bara í kærleika og því ég held að við öll viljum, held ég innst inni, svona flest, að, þú veist, ég vil að þér gangi vel og þér líði vel og þú sért bara þér, þú veist, þér vegni vel. Takk að verða. En það held ég að sé bara almennt, þú veist, mér vil alveg að Bjarna Ben vegni vel, mér vil að Kristrúnu frá og öllum þessum pólitísku örmum okkar, en einhvern veginn, við höldum bara að við trúum á eitthvað og við, þú veist. En hvernig samt sko áttu þá, ef niðurstaðan ekki niðurstaðan, ef þetta leiðir athugun margra sérfræðinga sem hafa unnið á geðheilbrigði sviði, kannski í mörg ár, eins og þetta fólk sem voru að vísa til og hefur verið að fara inn í fangelsinn, fara inn í skólana, fara inn allt og sér að það þetta sem vantar,
Það einhvers konar tengslarof í okkar samfélag. Það vantar tengsl, að byggja upp tengsl og næra tengsl. Það vantar skilning og samkennd. Þetta þrennt. Þá ekki næsta spurning og var talað það á ráðstefnunni, hvernig stuðlum við að þessu, þú veist, hvað þarf þá að gera og þá kemur einmitt stóra, það þarf að breyta alveg, taka nýfrjálshyggjuna, hætti þeirri tilraun og eitthvað svoleiðis, en svona til að byrja með það þannig í millibilsástandinu, hvað þá einhverju svona, voru líka, þú veist, aðgerðir sem voru ekki eins risa? Það eru þetta sko, þetta eru nokkur stig, það sem við vorum að tala var svona þarna, voru daldið inn í fangelsunum, fólk sem að, þú veist, eru að upplifa hluti og það svona fólki sem að kannski einkennin á því sem kannski búið að ganga mjög lengi, svona kenningin, að það einkennin. Einkennin eru þarna, við finnum fólk í fangelsum, við finnum fólk á örorku, það eru einkenni. Við finnum fólk í kirkjugörðum, einkenni. Spurningin síðan, þú veist, þetta eru nokkur skref, þú veist, það þarf að bæta það. Meðferðin þar svona alternatív, hlusta á raddirnar, leyfa fólki að lifa, velja, þú veist, vera með skilning, samkennd, allt það, beita öllu þessu þar. Síðan það þetta, sko, hvernig eru búsettan, hvernig það allt saman, hvernig bjóð við, er housing first raunverulegt. Þetta eru svona þessi mál sem þarf að laga á þessu meðferðarenda. Svo komum við forvarnaendan og þá getum við sagt, stærsta náttúrulega máli væri við myndum bara stokkið upp og býtu hvað eru við, til hvers manneskja? Fæddist hún til þess að starfa eins og James Davies hann sagði 50% þeirra sem eru á vinnumarkaði skilja ekkert hvað þeir eru að gera á vinnumarkaði. Nei. Þeir sjá ekki tilgangin og bara eru þar með ertu komin í það að þér líður ekki vel, þú er ekki tilgang. Hvar er tilgangurinn? Þú veist, við erum hér að keppast við gervigreindina, þú veist, við þurfum að ræða þetta stóra, þetta borgaralaun eða hvað þetta sem við þurfum að gera til þess að fólk festist ekki bara í óhamingjunni. Og við rífumst opinbera marka hvort að ég reka þessa 50.000 opinbera starfsmenn sem að einhver segir að sé useless, skilur við. Spurningin þú veist, hvað þurfum við að breyta þar? Síðan það bara ég og þú, hvað gerum við í okkar lífi? Hvernig lifum við okkar lífi bara dagstæðlega? Þú veist, við getum sagt, þá að vera hérna hús þar sem við búum öll fjölskyldan, þú veist, meðum henni saman, stamma við af og amma og við erum förum í það aftur, sem gott, það búið að rannsaka það, gott fyrir geðheilsuna, ef það er ekki, þú veist, mamma... Ekki mikil áfallasaga kannski, svolítið erfitt að vera í húsi áfallana. Já, ef maður búin að lenda í miklum áfallum einhverju fólki, en svona gegnum sneitt og líka getur verið aðrar, getur verið annað gamalt fólk, eða annað ungt fólk, eða hvernig það að, þú veist, þetta má ekki snúast heldur að konan standi þar bak við eldavélina eins og sagt var, þetta snýst ekki það. Það snýst bara að við förum út úr stofnanamenningu barnæskunnar og hættum að framselja allt, bara allar okkar, þú veist, öll okkar, við erum búin að útvista þessu uppeldis hlutverki, því það, nýfrjálshyggjan gaf okkur það líka. Við útvistum barnæskunni, einhverju leyti, og það auðvitað jöfnur hérna líka á fleira sem það þarf að skoða, en þarna ég segi, sko, við getum öll gert eitthvað þar, en samfélagið getur líka hjálpað okkur. Við getum fara að segja þetta er forgangsmáli. Við skulum styrkja og styðja fólk sem á von á barni. Hvort sem að kona á von á barni með annarri konu, með manni eða hvað, bara ekkert kjaftaði. Bara, þú veist, við styðjum fólk og raunverulega, eyðum peningunum þar, fjárfestum þarna. Gefum fólki tækifæri að lifa einhverju lífi, að vera ekki, þú veist, einstæð móðir með sprungið dekk, hlaupandi, þú veist, og svo eitthvað lið að segja þér að þú megir ekki vera með barnið þitt í 9 tíma á leikskóla og svona, þú fær meira móral og allt þetta. Þetta er samfélag. Í staðins að gefa fólki tækifæri, þú þarft ekki að gera þetta og kannski það ekki gott, en þá getur þetta snýst efnahagsmál. Og þarna held ég held að þetta segi ég kannski líka því ég nú bara búin að stúdera sjálfa mig svo mikið, að ég veita bara sjálfur að ef að þetta hefði verið í lagi, þú veist, ég ekki að segja að ég væri þá bara einhver annar og kannski vill ég ekki vera annar, en það því miður allt og margir sem að fengi ekki að verða gamlir og ég, sem að voru þarna. Og það er ekki gott. Þannig að, en við getum líka gert hluti sjálf, við getum forgangsraðað, fólk að forgangsraða alls konar, það forgangsraðar, þú veist, játkallinum og
þú veist, Ironman og hvað þetta heitir allt og, þú veist, og fara og gera eitthvað svona. Hvað er það aftur á kallinu? Það er að hlaupa, þú veist, 1000 kilometra á synda, þetta er allt, en við erum einhvern veginn, við getum forgangsað og það er ekki bara ríkið sem á að gera þetta fyrir þig, við getum gert hluti sjálf, við getum alveg sagt, heyrðu, þetta er bara, þú veist, það er bara kvöldmatur klukkan 7, þú veist, það er ekki líkansagt klukkan 4, þú veist, það er ekki alltaf frístund. Það er ekki alltaf yfirvinna, það þarf ekki að eiga alla þessa bíla, það þarf ekki að eiga fasteign, það þarf ekki, en svo stumt getur maður ekki valið, ég veit það, ég bara að segja. Já, en þú ert að segja, ég veit þú ert ekki að segja að allir geti bara gert gott úr sínum aðstæðum og allir eigi að gera það endilega, en þó er þetta að svona sem samfélag að við þurfum að meta samveru, er það ekki? Samveran skiptir meiri máli og lengri tími saman en þá þarf náttúrulega líka svona kenna fólki að þú veist vera einhvern veginn, að því maður hugsar það sko, þú veist það er svolítið svo margir sem að og þá kemur afþreyingin, þú veist þessi svona hugmyndum keppnina eða að þú sért einhvern veginn einskis nýtur nema þú sért að skara fram úr eða þú sért að leysa einhverja þraut og vinnir þrautina sem er svolítið andstætt kannski með þessu listræna dvalarhætti eða ég veit ekki, svona ljóðræna dvalarhætti að bara vera saman og að þú kemur að þessu með hlustunina, mér finnst oft svona þótt að fólk sé kannski lengi saman eins og í COVID þá jók það heimilisofbeldi sko til muna öll þessi samvera að því hún einhvern veginn bara auðvitað var óvissan þar samfélagsleg óvissa og heilsufarsleg og allt en það er einhvern veginn, mér finnst stundum eins og forvarnir þurfi líka að snúa að einhverju, ég veit ekki alveg hverju sko, en einhvers konar að kenna okkur að bara þetta er bara þetta er nákvæmlega þetta verðmæta mat okkar það byggir þú veist, við sjáum þetta svo fljótt sko, þegar ég satt með ungmennum í gær, ungmennaráð voru að tala geðheilsu barna ungmenna og það var mjög gaman að tala við krakkana þau sögðu öll, þú voru alltaf að tala þú veist, álag í námi og allt þetta, en voru líka að tala að það væri einhvern veginn, þau þurftu að komast í einhverja skóla, þau þurftu að komast í einhverja framhaldsskóla. Þú veist, fyrir 50 árum, þá fór miklu minna hlutfall íslenskra ungmenna, eða bara þeim sem byggu hér í einhvers konar menntaskóla. Þau fóru í öðruvísi námi eða fóru bent á vinnumarkaðinn. Krafan var önnur. Í dag er krafan, það er alltaf krafa, þú veist, þú segir, ég vil að barnið mitt geri hvað sem er, en þú veist, það fer ekki í kokkin það er bara, og það er ekki þetta er ekki að þú vilja, þetta er bara við erum, verðmætamati liggur á þú veist, það er allir að við þurfum einhvern veginn að þetta liggur á manni sinni svo maran einhvern veginn, all lífið þú þurfum að sanna þig þú þarft að sanna þig og ef þú ert ekki eitthvað, þá ert ekki eitthvað að standa þig og þetta er svona samkeppniselement sem er svo ruglað því að þú veist, skóli var ekki búinn til fyrir þú veist, það var ekki þannig, þetta er ekki eitthvað sem fyllt okkur bara alla tíð einhvers konar risastór skóli fyrir alla. Þetta kemur svo verður þetta, þú veist, drengir sem voru nógu klárir í höfðinu eða voru ríkir, þeir fóru í skóla, svo þegar það var sleppt, þegar stelpur fengu að fara í skóla, þá kom í ljós að þetta kannski hentaði mörgum stúlkum betur en drengjum og þannig að þær fóru að standa sig mjög vel. En þetta er ekkit hugmynd sem byggir á neinu náttúrulegu eitthvað. Við lifum við eins og sagt hérna í Reggio Emilia, við höfum 100 mál, en við tökum 99, börn hafa 100 mál, tökum 99 af þeim. Því við erum allt annað. Skólahugmyndin hefur ekki hjálpað okkur heldur, því hún er góð, en hún er líka svo mikið rugl. Þú myndist nú Þórberg Þórðarsson hérna fyrst við töluðu saman og það má einmitt minnast á hann líka sem bara var að gagnrýna skólakerfi þá fyrir, það er nú ansi mörg ár síðan. Laxness gerði það líka í rauninni og ég sá mynd daginn hann hérna Marteinn Sigurðsson fornmálamaður og hérna gamall vinur minn bara, ég voru saman í Ísaksskóla í Kalmata og menntaskóla en hann var mynd hans geðveiki og það var hann með að tala nám. Hann var að tala þetta, þú veist, hvað er nám? Þessi páfagauka pæling og svo nám. Það var svolítið gott að fá þetta.
Því þetta ítir okkur svolítið. Við erum alltaf einhvern veginn, við erum ekki, hvað ert þú? Hvað ert að gera? Og svo krakkarnir sem eru 23 ára og eru ekki búið með stúdent og eru kannski að vinna, bara, þú veist, hvort sem að er að skúra bókasafn eða að vinna á hjúkrunarheimili eða eitthvað, þú veist, það er einhvern veginn þau finna það. En er það ekki líka þeir sem einmitt glíma við geðrænar áskoranir og þú nefnir þetta heyra raddir til dæmis, þeir sem að byrja að heyra raddir, það er ekkit víst að þeim gangi að þeir kannski nái að klára skóla eða stundum, er það kannski? Nei, það er alveg, þetta hefur mótandi áhrif en sköpunin er svo oft svo tengd, eins og við vitum, hún er svo nátengd næmninni og við þurfum sköpunina. En farvegur sköpunar hennar, hann nefnilega, þetta sem þú varst að tala um, þetta innihaldsríka samtal, þessi, þú veist, bara nánd og vinátt og allt þetta sem að mótar þetta allt saman og hjálpar okkur og kemur okkur á rétta staði, þetta er að reyna að íta einhverstað, við erum að finna það, hvort við getum gert það, ég veit ekki hvort að við getum fundið það í skólanum, en einhvern veginn, þú veist, það eru tilraunir eins og núskólapælingin í Hafnarfirði og svona, það voru svona jákvæðar pælingar. Er ekki alls konar pælingar líka einmitt í skólakerfinu búin að vera í mörg ára að reyna til þess að koma móts við þá sem eru kannski á einhverjum rófum eða erfitt með og eru lesblindir og alls konar blindir og reyna, hvað er það, innlim og veita öllum skóli án aðgreiningar og svoleiðis og en eins og þú segir, þá hugsa maður stundum að það er samt verið eins og að koma móts við ýmsa en alltaf kannski til þess að fitta inn í þótt að hafi auðvitað verið gerð mikil breyting á námi, að þá verður þessi þetta skapandi starf sem að er talað fjálglegu og er heilmikið auðvitað í samfélögum og í skólakerfinu, þá finnst mann að samt vera svo furðulega einhvern veginn alltaf fyrir eins og fyrir utan samt aðalnámið, Þetta er þetta nákvæmlega, þú veist, það er verið að við köllum þetta einstaklingsmiðað nám, en þetta byggir á því að það er allir að fara á sama þjóðveginn. Það er einhvern veginn, þú færð að vita að það er eini þjóðvegurinn. Þú færð að vita að það er einhvern veginn, og þetta er styrt allstaðar í öllum skilabóðum sem þú færð. Þú opnar, við segjum bara Morgunblaðið eða Vísi eða eitthvað, og það er verið að tala um einhvern sem er að byrja í nýju starfi. Það er einhvern veginn rosalega, og það er aldrei, þú veist, Siggi var að byrja að vöka blómin eitthvað. Það er alltaf hann Gústi, viðskiptafræðingur er núna tekin við undir mannstöðu og markaðsdeild eitthvað. og það er einhvern veginn, þú veist, þetta er bara, þú veist, allt samfélagið er bara þarna einhvern veginn með. En hugsa ykkur, maður hélt þetta bara eftir 2007, eftir hrunið, þá var það svona einhvern veginn uppstokkun og við sáum hvað skipti miklu máli að vera í nærandi samskiptum og maður hélt einhvern veginn er þetta algjör hugafarsbreyting. Hún er sér náttúrulega byrjuð, en það er ansið svona, hinn hugmyndafræðin er ansið ráðrík samt, ennþá. En hún tekur við, og það er bara einhvern veginn, og þetta er í undirmeðendinni, við erum, þú veist, ég kláraði stúdentspróf fyrir ári síðan. Og akkur gerði ég það? Til hvers? Ég bara hugsaði þetta, var búin að hugsa þetta lengi og svona afneita þessu, en þetta var bara kennd sem er væntanlega byggir á þessari gömlu minnimáttakend sem að var tróðið einhvern veginn. Ég ætlaði auðvitað, þú veist, að verða eitthvað annað en foreldrar mínir eða einhvern veginn og ætlaði einhvern veginn að verða betri og einhvern veginn að sína eða eitthvað. Þú veit bara alltaf að segja þetta byggir á, en það er alltaf, þú veist, ég ákvað bara að gera það þá og klára það bara fyrir mig, þetta var bara fyrir mig, en í grunninn er þetta allt saman einhver samfélagsleg pæling sem að, þú veist, að ég með þá sjálfa mig minna virði heldur en einhver annar, af því að ég ætlaði nú eitthvað. Og þetta er auðvitað getur maður sjálfur unnið með þetta og allt það. En þetta er svona undir aldan, hún er þarna. Og þess að betur fyrir við ekki eins og í Þýskalandi, þess að þú velur 12 ára og þú ætlar að vera læknir, þá þetta að vera með alveg rosalega fínar, þú ert að vera búin að ákveða þinn fyrir, þetta er bara rugl, þú þvæla, En það er svo margt sem eiginlega, kallar á bara heila seríu, en maður hugsaður þú veist,
á sama tíma á það verið að opna kannski skólakerfið fyrir fleirum og þannig að þá líka svona ákveðið tengslaleysi eða svona tilgangsleysi sem ungt fólk verðist finna fyrir líka og svona gagnvart menntun að því að líka menntun á sama tíma eins og hún kannski opin fleirum að þá hún líka töluð svolítið niður eins og til dæmis í Bandaríkjunum og talað að menntun, þú veist, sé ekki þú veist, það skipti einhver máli hvort þú mentir þig og þá þetta sem þú ert að segja, þú sért raunverulega, það sem fólk hefur verið að tala þú sem einstaklingur og þín líðan skiptir höfumáli og þú ert nóg, eða þú ert nógu góður þótt þú klárar ekki stúdentspróf kannski og þá kannski finnst maður stundum eins og þú veist einmitt nýfrjálshyggjan kaupi þetta líka skilur og segi við þig, farðu bara að vinna í versmiðu, þú veist, þú ert alveg þú ert alveg nógu góður en það þetta mjög selektíft og hérna það alltaf þetta þú veist, við þurfum að hugsa og við þurfum að gefa rými, þú veist, hugsunin það sem að þetta spratt allt upp við gleymum því, við höldum að hérna myrku miðaldir hafi verið eitthvað sem gerðist ekkert það var, þú veist, þá byrjar allt í Arabíu og síðan í klaustrónum og allt þetta, þar bara menn að hugsa og reyna að skilja og skrifa og heyra og upplifa og skynja og búa til og þetta, þú veist, það þarf að gefa þessu vægi, hins vegar það þessi quick fix pæling, þegar við tölum þessi bandarísku gildi núna að það auðvitað ákveðið, ekkert svona hugsirugl þetta meira svona konkrét þú veist business, þú veist verkfræði, þú veist eitthvað svona allt þetta mikilvægt, en þú veist við þurfum að ná því að við erum ekki öll að fara þá leið og við þurfum að ná því að þú veist einmitt og það kannski sem að nýfrjálshyggjan ætti að hlusta á sósíalismann hinn tæra, jöfnuð, að við erum öll að vinna, við erum öll að gera eitthvað í þessu samfélagi til þess að gangi upp. Skilningur alltaf þessar aðgreiningu, þú veist. Vestfirði vilja vera sér að því það eitthvað kvótavesen og Vestmanni að því þeir komið svo mikið, en skilningurinn að það hérna, þú veist, Reykjavík og það ástæða fyrir þegar gangi allt upp, það að við erum saman. Það ekki út af því að við finnum allan hennar fisk og veiðum hann og hann verðmætin og svo eyðum við í öllu í sjúkrahúsi í Reykjavík eða háskólan eða eitthvað, rugl sem okkur finnst bara að vera rugl fyrir einhverju Reykvíkinga eða öfugt, að skilja að þetta svona organ sem saman og við erum einhvern veginn, en við það svolítið svona yfirsýn þarna já, og við erum ekki alltaf að einhvern veginn, þú veist þegar maður hittir eitthvað fólk, þá horfum maður niður á það, upp á það og þetta En hvað var það svona nýtt sem þessi ráðstefnu, þú ert náttúrulega búin að vera bara í mörg ár og byrjar í fíknifræðunum og vinna út frá fíknum og svo leiðis og ferð síðan í þroska þjálfun og valdefla fólk með þroskahamlanir og síðan ertu búin að vera í geð, já svo ýmislegt, þú ert náttúrulega tónlistarmaður og bæjarstjóri og Iceland Airwaves og ég veit ekki hvað, alltaf að valdefla ýmislegt og nú ertu í þessu geðræna sviði og búin að líka afla þér heilmikil upplýsinga og búa til mikið plattform fyrir samræðu fyrir okkur hinn líka. En hvað var það svona þú persónulega núna á þessi ráðstefnu? Var það eitthvað svona sem að þú hugsaðir, já þetta eitthvað nýtt eða svona þetta eitthvað sem að svona, var það eitthvað sem að kveikti í þér? Já, það kveikti mjög margt í mér þarna. Ég hlustaði á þú veist, fólk sem að þú veist, fólk sem að hafði farið í mjög alvarlegt geður upp úr neyslu í Bandaríkjunum og farið og þú veist í þungunarof í kjölfarið og mætt á þungunarofstöðina og þar voru 1000 manns að mótmæla svona konu eins og henni og svona þessi að hitta fólk sem hefur sögu alltaf áhugavert og alltaf fest, kemur kannski ekkert og óvart. Það var hins vegar þessi nálgun, þessi hugmynd að samfélagsgerðin og allt þetta, þarna var önnur kona, prominent vísindakona sem var sálfræðingur og ætlaði bara var á leiðinni, bara verða eitthvað, var í New York fyrir 12 árum eða eitthvað, þá var hún beitt miklu ofbeldi í sambandi, nánu sambandi, hún glæsileg kona. Og hún breytti kurs og fór að stúdera Sisu, menningu Finnlands, sem svona þessi svona ákveðin seglu þrjóskumenning, en þó svona endurance meira. Hún fór að setja þetta svona Sisu Plus sem svona ákveðin kvenlega gildi á þessa seglu, það þolgeði sem mikilvægt, sem svona second wind
þegar maður gengur í gegnum einhverja hræðilega hluti, þá kemur oft svona second wind, maður kemst í gegnum það. Og það líka það, og það kannski eitthvað sem ég hélt að ég vissi, en ég fannst þetta að vera svona, að við erum talsvert að stoppa fólk í sínum bara raunum eða þroska, að grípa inn í og snemma áður en að fólk, við þurfum að hjálpa fólki að koma stundum í gegnum hluti og fólk þarf að fá að fara í gegnum hluti, fá tíma til þess sem kannski eitthvað sem við erum alltaf að hafa vit fyrir einhverjum og við erum alltaf að stoppa einhvern í einhverju sem að gera það verkum að viðkomandi kannski alltaf bara mun alltaf fara þá úr axlarliðinum aftur og aftur og aftur og aftur í staðins að, og þetta var mjög falleg nálgun, kannski pínu Hollywoodleg að einhverju leiti, einhverjum fannst það, ég fannst það ekki, ég tengdi við þetta, ég tengdi líka mjög vel við Fritzi og hennar, og við kannski sem að komum úr einhverjum svona, ég er ekki að tala bara við, sem kom úr einhverju skelfingu, að því ég búin að átta mig á því ég kom úr skelfingu, ég bara tala aldrei það á þann hátt sem ég átti að tala það. Í barnæsku, já. Ég skildi það ekki og svo einhvern veginn, svo fann hún sýndi mynd af sjálfur sér, svona gamall gömul mynd, það sem var svona átakanlega því að hún var ekki brosandi. Það barn. Börn eru nefnilega, þeir eru svona 30 ára og tekur myndir af þeim og ert jafnvel að, það sést oft allt sem að gerast, sko. Og ég fann þessa mynd af mér og bara þarna og það tengdi ég svo sterkt og það svo gott að upplifa það og líka upplifa hvað maður getur komist langt og hvað hægt að lifa af og hvað manneskjan ótrúleg. Það líka jákvætt af því að þetta bara, við erum að drepa öll þessi börn á Gaza, við erum alveg hræðilegt fólk en það von, það einhvers stað von og ég held að það sé kannski það sem að kom mér ekki, kom mér að því leiti það bara svona já. Endurnýjaði svona þína von. Já, ég held það var kannski það sem að. En má ég bara spyrja rétt undir lokin það sem þú segir að við þá ert að tala um raunverulega svona meðferðaraðilar eða þeir sem eru í ég var nú bara að tala um þá sem hafa að upplifa hluti og líka þetta, þetta eru við höfum upplifað öll eitthvað. Já, en ég að meina þarna þessi hugmynd að leyfa fólki frekar að kannski að ganga sjálft í gegnum það og vinna sjálft úr því einhverju leiti í staðin fyrir að stoppa það og hindra framgang, þessi ótti kannski ótti við ekki bara svolítið af ótta, við erum hrædd við rætt það bara að stoppa þetta bara margt, þetta líka bara þetta líka bara sem uppalandi, þetta líka sem bara hvað við erum þessi ofvendun oft, þessi óttum að einhver ef þú gerir ekki eitthvað núna og missir að skipinu, sko. Já. Og við erum alltaf einhvern veginn í þessu hlutverki. Stundum allt í lagi að grípa inn í, maður ekki að segja bara barnimanns eða vinumanns eða makimanns eða mammamanns eða hvað að stundum bara allt í lagi að segja hei, þetta ekki bara eitthvað, erum við ekki einhverju rangri leið hérna. En stundum oft þetta kalla líka, þetta mýgri útgáfan af þessu þessi bómullakrakkar sem við keyrum út allt og allt þetta, en þetta miklu meira, þetta líka bara þegar það ströggl, þegar það ástarsorg, hvert fer maður til sálfræðings, það getur alveg verið í lagi, bara fínt, en stundum bara hangu vatn, En ég nú samt að hugsa akkurat þegar þú segir þetta, þá fóðrar það ýmsa svona Íslendinga sem eru einmitt bara að láta þetta bara gott heita og þetta, eins og amma sagði að bilaði bíllinn, þá bara gott að láta það aðeins vera. Og svona, og sem gott, en ég eitthvað hugsa eitthvað þarna, hvernig þú leyfir einhverjum. Ég skilði alveg fullkomlega með þetta, því þetta má heldur ekki að vera. Erum við að tala um einhverja hjálp, ekki að láta einhvern kannski afskiptalausan, heldur eins og að því þú byrjar líka á jafningja hjálpinni, og þessi svona byggða vináttu og hlustuninu og skilningurum. Er það kannski pínultið sem að þriðja, eða annar valkostur, ekki þetta bara láta einhvern alveg eiga sig eða vera ofverndandi, heldur að hjálpa á einhvern annan hátt. Þetta nákvæmlega þetta. Þetta snýst nefnilega hjálpin þannig að vera til staðar fyrir fólk. En það ekki alltaf að grípa í taumana. Nákvæmlega. Þetta, því afskiptalaust og einhver svona þrjóskuhyggja,
sem að því að þú veist, það þessi maskúlín, það svo Finnarnir gerði í vetrarstríðinu, skilur við, því við vorum að tala um Finnland og þetta sísú. Það þetta, þú veist, að lifa af, skilur við, 30 gráðu frost og missa allar tærnar og einhvern veginn og svo bara, eða eins og Jón Valgeir langafi minn sem að stakk börnunum sínum í skafl. Þau dóu sama veturinn að það var ekki hægt að taka gröf, svo þau bara bíða, svo tók hann gröf þegar var búið að þiðna nógu mikið og þá var börnin hans í skafli og svo grómaðu þau, skilur, og þetta verður ekki rætt, einhvern veginn. Nei. Þetta svona klassísk svona, þetta ekki það sem ég að tala um. Þetta snýst að við þurfum að gangi gegnum hluti en gera það einmitt með stuðningi. Eins, ef við tökum þetta að vera í einhvers konar geðrofi og annað, þú veist, kannski, og þá ekki hægt að meta það með því að ég segja þegar alltaf vera þannig að þú færi gegnum geðrofið bara með mér í einhverju herbyggi, heldur getur það verið kannski hendara þér. Kannski það allt í lagi að skilja raddirnar, að fara í gamla Jung og vera svona á bekknum og hvað segir draumarnir? Þeir að segja þér eitthvað? Þú veist, þetta bara svo erfitt og flókið og þessna því það svo erfitt að mæla það hvort það virki eða eitthvað, en við erum allt og mikið að taka í taumana á öllum stigum. Og eins og þú segir að hlusta þá ekki bara að gefa einhverju rottu lyf, heldur líka að svona athuga hvernig, eða þú veist, það er svolítið rottu nálgunin tilrauna vísindamennskan, en líka bara einhverjum sem fyllt eftir og spurt hvernig líður svo með þetta, ekki? Jú, og bara einmitt, og gera það með líka, þetta snýst líka bara að þú finnur þau leið. Ef ég kem til þín og segi, þú veist, jæja Árný mín, og svona einhvern veginn, tónninn, hvað ég að segja þér, sko? Þú veist, ég að segja þetta við þig, þú veist, þetta, þú heyrið það, þú greinir það, við greinum svo mikið þetta. Þess vegna svo mikið var það sé raunverulega samkennd, mörg líka, og þetta eru hlutir sem þetta flókið, þetta örugglega dýrara svona í startkostnaðurinn að því að vera með svona, en svo til lengri tíma spurning hvort þetta sé ekki ódýrara. Vá, efla samkennd okkar bara allra raunverulega. Bara hvernig við, veist, hvað erum við að gera, þú veist? Erum við á kaffihúsum að tala saman? Þú veist, potturinn góður staður að mörguleiti, sérstaklega ef hann jákvæður, þetta ekki bara eitthvað þus, að það svona samkennd og eitthvað. Þegar við eigum hluti Íslendingar, sko, réttirnar, allt þetta ekki alveg það, sko. En þú heldur áfram að kanna og þið leiðirnar til þess að efla samkenndina og tengslinn og Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, hjartans þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og gefa okkur skýrslu svona. Örstuttar skýrslu, fréttir frá þessu merka málþingi eða ráðstefnu sem byggðist á spurningunum hvort væri þörf fyrir samfélagsbreytingar og eins og mér skýrst á svari já, það þörf fyrir samfélagsbreytingar og breytingar hjá okkur öllum. Hlustendum og áhorfendum, þakka fyrir að vera með okkur í samræðunni, heita pottinum hérna við Rauðaborðið og Laufu Líndal, þakka fyrir að varpa spjallunni yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og við förum í örstutta frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin hérna við Rauðaborðið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við ætlum næst að víkja sjónum okkar norður í land, norður til Akureyrar. Þar nú oft á sumrin ansi blómlegt listalíf sem hefur laðað margan ferðamanninn í hið bjarta norður. Og ég mæli með því sem gamall Akureyringur, bjó þarna í 25 ára að menn njóti lista og lífsins fyrir norðan ef þeir eru á ferðalagi. Nú það ekkert langt síðan þar var útnefndur nýr bæjarlistamaður, það alltaf á sumardaginn fyrsta. Þá er útnefndur nýr bæjarlistamaður og í þetta skiptið var hann Egill Logi Jónasson fyrir valinu, fær laun í einhverja 9 mánuði held ég
og hann tónlistarmaður aðalega, kann nú að vera að hann bauki við eitthvað fleira, en mér skjöplast ekki, þá ætti hann að vera á línunni fyrir norðan á Zoom. Heyrirðu í mér, Egill? Já, mjög vel. Heyrðu, gaman að sjá þig þarna, þú ert í litríku umhverfi, til hamingju með að vera bæjarlistamaður Akureyrar. Ertu þarna inn í stúdíu hjá þér eða? Já, þetta er tónlistarstúdíu mitt, Dælan Mikla, sem gamalt klósett í Ketilhúsin Akureyri í Kaupvangsstræti sem stundum kallað Listagilið. Já, við hliðin á listasafninu. Það er fyrir neðan listasafnið. Einmitt, ég þekki þessa slóðir mjög vel. Er þetta rými þar sem áður var klósett? Já, kallaklósett, staflið tekið. Já. Og þú ert einmitt, þú víkur að tónlistinni, sko, þú ert fæddur 89 en ertu bara barnungur þegar þú byrjar að semja músík? Ég held ég Sami byrjaði að spila þegar ég var 16 ára. Já. Fyrst tók ég upp lag. Já, byrjaði 16 ára held ég. Já. Þá fekk ég bassa og byrjaði að því og drullumixaði einhverju upptökur. Drullumixaðir? Já, eitthvað notaði svona stafræna myndavél og tók vídeo og svo setti inn í tölvuna og bætti öðru vídeo ofan á í Movie Maker sem fylgdi ókeypis með Windows á þeim tíma og exportaði því. Það var dálítið svona eins og voru með 2 kassettutæki, svona svipur stemning nema stafræn. Einmitt. Spilarðu á mörg hljóðfæri eða? Já, gítar og bassa þá. Ég lærði á bassa í tónlistarskóla, rafmagnsbassa og ekki aðeins gott að bassa svo gítar aðalega. Og svo, þú veist, spilaði illa á píanó. Já. Ég líka. Það er fínt. Ég ítir henni bara takkana og kemur eitthvað hljóð. Einmitt. Sko, ég held ég hafi, er ennþá listamannanafnið þitt Drengurinn Fengurinn? Já, það er svona tónlistar. Það var einu sinni yfir allt sem ég gerði, var Drengurinn Fengurinn. Já. En nú er það bara tónlistin aðlega sem er undir því nafni. Já. Geturðu sagt okkur söguna á bakvið þetta nafn? Þetta er svo sagt þetta er frá pappa. Ég er eini strákurinn, ég hef 3 eldri systur og ég er eini strákurinn og hann var alltaf að spyrja hvort að drengurinn væri ennþá sofandi og drengurinn hangi í tölvunni og eitthvað hannig. Hvað er drengurinn? Og fengurinn var út af því að þegar ég drakk, þá var ég og var feiminn þangað til að vera fullur og þá var ég eitthvað svona fór að tala við stelpur og eitthvað og þá var ég fengurinn. Samt auðvitað mjög og svo hugsaði svona þegar daginn eftir kom að hann verið astanlegur, verið fullur eitthvað, drekkið sér kjark og þá var maður fengurinn fyrir stelpuna sem var ekki satt nema stundum. Eitthvað svona og bara rímar að helviti vel. Já. Færðu þér enn í tána eða ertu búin að drakka út kvótaðin eins og títt er unga listamenn sem lifa hratt? Já, ég hætti svona fyrir 6 árum held ég. Kláraði kvótaðin? Það var bara svona, það var gaman meðan það endist en svo bara einhvern veginn var maður alltaf svo þunnur og það var ekki skemmtilegt lengur og var bara eitthvað að þælast fyrir. Láttu mig þekka það. Við höfum margt sameiginlegt, ég. Heyrðu, kom það þér á óvart þegar þú varst valinn bæjarlistamaður Akureyrar? Já, ég var búinn að, ég held að var bara búið að velja þetta. Ég sótt alveg 2-3 áður. Já. Þannig að það var bara hringt eitthvað úr ókunnugu númeri og vanlega svaraði ekki ókunnugu númerum og það maður veit aldrei. Einmitt. Og en ég svaraði núna á bara eitthvað, það var mjög gladdi mig. Þú heppinn að svara í þetta skiptið, annars værirðu ekkert bæjarlistamaður Akureyrar. Nákvæmlega. En sko, ég held ég hafi fyrst séð til þín í fjölmiðlum með einhverju frétt sem að, ef ég mann rétt fjallaði hvað þú værir afkastamikill tónlistarmaður og ég held ég hafi lesið, haft eftir þér að þú vildir ekki sjálf skoða músíkina og mikið vegna þess að þá myndir finna á henni galla
þannig að þú svona bara dældir út og ég hugsaði bara með mér ok, þarna bara svona einhver ADHD uppskrift í gangi, er ég á réttum nótum með það? Já, það ekki, bara einhvern veginn finnur sína leið og þetta ekki, bara einhvern veginn, sko ég með á vísindalegu kenningu, ef maður hugsar einhvern hlut nógu lengi, sama hvað það endar maður alltaf á hugmyndinni bara, af hverju ekki, ég ætti kannski að drepa mig. Það er svona, þannig að best að hugsa ekki neitt, sko. Og út af því að það er alveg frekar svona ekki rökrétt viðbragð, það er svona eðlilegt viðbragð við þessum harða heimi sem við lifum í og best að hugsa sem minnst hörmungar heimsins, annars en að það er að henda mér, ég sem festist ekki bara í einhverju hræðilegu örvæntingu, hvað allt er hræðilegt. Já, það er til fólk sem gleymir að lifa því það hefur svo miklar áhyggjur af öðrum. Já, svo ætti maður að vera með samviskubit finnst mann, þetta maður hefur á svo gott. Já. En það græðir ekki á því. Nei, við þurfum einhvern veginn að finna millivegin, er það ekki að vera samábyrg fyrir velferð þeirra sem við getum gert eitthvað til að breyta og auka en líka lifa lífinu. Hvernig hefur gengið að finna þann balans? Maður er svona pínu, hún gefast pínu upp á að segja einhver von í rauninni, þannig að maður bara svona reyna að gera eitthvað skemmtilegt. Já. Það er allt orðið svo helvítið súrt. og mann finnst maður að vera svo vanmáttugur gagnvart öllum hörmungum heimsins. Já, viltu tala eitthvað nánar það hvaða hörmunga þú ert að vísa til? Þessi stríð og þessi misskipting auðs og þessi endalausi hagvöxtur sem eyðileggja allt og jörðina og mannkynni og svo náttúrulega hvernig við níðumst á dýrum. Ég er náttúrulega að tala lengi það en ég veit ekki, fólk verður svo reitt ef maður talar það. Þú mátt tala það hér. Já, þetta er svo skrítið, maður hugsar eitthvað það, bara hvað þetta er mikið ofbeldi, stundum, þegar maður er að keyra og heyrir í útvarpinu, eitthvað svona krakkamáltíð, 10 kjúklingavengir eða eitthvað, og bara svona, það sé svona eðlilegt, það sé bara eitthvað svona hræðilegt ofbeldi, misþyrming og dýrum, og það er þessi markaðsettir krakka sem eitthvað krútlegt, og fólk, þú veist, fólk er tilbúið að misþyrma einhverjum dýrum út af það er eitthvað svo gott á bragði, það eru. Og þess vegna, þú veist, get ég ekki, ekki að þetta er niðurdrifandi með að þetta átti að vera skemmtilegt topic, en svona, það er erfitt að trúa að mannkynni geti gert eitthvað, það getur ekki einu sinni meina sér að borða alvöru ost til að minnka þjáningar í heiminum. Einmitt. Fólk er tilbúið að vera alls konar baráttu og mæta mótmæli og svona, en svo þegar það þarf að fórna einhverjum lífsgæðum, þá svona rennur á það 2 grímur eða ekki fleiri. Einmitt, þetta er náttúrulega risastór siðferðisleg spurning hvort maðurinn hafi umboð til þess að undiroka önnur dýr og beita þau ofbeldi og éta þau og gera allt það sem manninum sýnist. Nákvæmlega. Já. En sko, maður með þínar hugsanir núna, hvernig gengur að kúldarast fyrir norðan á klósettinu í Listagilinu norður í Raskati? Þarft þú ekki að vera að minnstakosti á höfuðborgarsvæðinu til þess að geta svona speglað hugmyndir þínar ef ekki bara New York, París eða Kaupmannahöfn? Jú, einfalda málin miklu leyti að vera að maður væri fyrir sunnan og ég bjóð þar alveg 5 ár. Já. Svona, og líka skiljanlega þá sér fólk kannski ekkert, sérstaklega sem ræðir yfir einhverjum peningum, einhverjum dómnefndum og svona, það veit svona ekkert hvað er að gerast fyrir utan Reykjavík. Nei, það er nefnilega þannig, sko. Það er alveg eðlilegt út af því að það sér ekkert hvað er að gerast fyrir utan Reykjavík út af því að Nei. Og svona, svo er þetta að fara í eitthvað svona fórnarlands, hvað allt er erfitt út á landi, en svo er þetta líka tækifæri hér sem er ekki fyrir sunnan, bara eins og svona nánara samstarf bara milli til dæmis bæjaryfirvalda og fólksins, þetta er svo lítið, maður hittir bara allir bónus. Já. Og þú veist, stuðningurinn og maður auðvelt að vekja athygli ef maður er að gera eitthvað. Já.
og það kannski svona, já. Einmitt. Og það verður kannski, þú veist, minni hópar, meira einstaklingsdæmi, þannig að verður kannski svona aðeins villtara. Já. Já. En sko, þeir sem að því ég myndist á listasumarið þarna áðan, já. Sko, til dæmis ef við sem búum á höfuðborgarsvæðinu ætlum norður og til dæmis ef mér myndi langa til þess að heyra þig flytja músík einhvern tímann í sumar, er einhverjir gig og hangir eitthvað á spýtunni þegar maður þykkur svona listamannalaun, þarftu þá að gefa bænum eitthvað tilbaka eða hvernig er það? Já, ég held að sé bara svona, þú veist, vilja bara eitthvað, hvort ég væri með einhverja sýningu eða tónleika eða sýningu, ég man ekki í umsókninni en það er bara gaman. Það eru á að vera með eitthvað, þú veist, eitthvað svona lokaafurð sem kannski svona sýnir hvað maður var að gera. Já. En það kemur það bara sjálfu sér og ég er alltaf með nóg alltaf til að sýna svona á lager ef ég lendi í einhverju vesinni og já. Þannig það er minnsta máli og það er bara gaman hérna að fá þennan tíma já. Og viðurkenningu og allir þess að miklu athygli, þetta er mjög skrítið að styrna eitthvað. Já, hefur fengið miklu athygli? Já, þetta er eins og maður er í afmæli bara í einhverju vikur. Já. Og svona mjög, það er fyrir óvanalegt og bara fólk er rosa jákvætt. Já. Þessi talar við maður, ég er ekki ennþá neitt neikvæður, þeir eru örugglega einhvers staðar en í kommentarkerfinu einhvers staðar að maður er að fá sér alveg vinnu. Já, einmitt. Kannski sagt, ég veit það ekki. Nei. Sko ég einu sinni, ég var útnefndur bæjarlistamaður Akureyrar 2010, vissirðu það? Nei, til hamingju. Og hvað gerir þú? Þá var ég rithöfundur og þá var ég einmitt sko önnur frétt í Ríkisútvarpinu og það var ekki vegna þess að það væri allir sem var að samgleðast mér heldur það voru margir sem voru mjög hneykslaðir yfir því að umdeldur blaðamaður fengi listamannalaunin fyrir norðan. Það er ekki gott að hafa blaðamenn þá, þú veist, þá eru ekki peningar sem stjórnaðum í rauninni. Það er ekki ágjör af peningu, þá getur það verið bara heiðarlegir og erfiðir. Það er gott. Já, en sko þú kannski kannast við sko þennan ríg að við viljum ekki blanda saman hópum sko, að blaðamenn, þeir listamenn, geta þeir fengið listamannalaun, þóttir skrifi bækur líka, það ekki meiri blaðamenn heldur rithöfundar og þú sem hefur kosið þessa listamannabraut, það kannski ekkert allt og gott fyrir þinn feril að þú sért að menga þig allt og mikið með öðrum störfum, þetta er pínu fyndið sko, hvernig við erum alltaf að flokka og hólfa, ekki satt? Jó, það er náttúrulega þægilegt að reyna að fá aðeins, þetta er svo mikið kaos í heiminum. Þannig að ég er alveg mikið fyrir það að flokka hluti og svona einfalda allt, þetta er allt svo flókið. Það var þægilegt að setja þetta upp í Excel-skjal. Já, auðvitað. En við erum væntanlega sammála það að hver og einn á að geta sótt listamannalaun og þótt hann sé bara rosalega góður endurskoðandi frá 8 til 4 og vinnur bara einmitt við grjóthart Excel-skjal og uppgjör og svoleiðis þá ætti það ekki að koma í veg fyrir að hann geti fengið listamannalaun, eða hvað? Já, ég hef oftar á þeirri skoðun að þetta lögvernda starfsheiti listamaður. Ég var eitt gríðarlegu fjármunum í einhverja gráðu. Já. Gífurleg námslán. Já. Og svo getur bara fólk ákveðið þessi listamenn á þess að það var vanvirðing. Já, ég skil þig. Nei, svona, það er bara að djók. Já. En það er bara allir að sækja og safna höfnunum. Ég er búin að fá, þú veist, svona 1% fær maður jákvætt og ég er búin að fá svo margar hafnanir að það er alltaf pínu erfitt en það verður auðveldari í hvers skipti. Ég fekk bara höfnun í gær síðast fyrir ykkur. Já. Og maður er alltaf á höfnun og núna gengur vel en svo kannski fyrir mánuði gerist ekki þetta og Nei. Og svona og alltaf einhver örvending og þú veist, þannig að þetta er alveg
þú veist, ef maður ætlar að fara í þetta, þá maður að vera tilbúin að vera smá fátækur? Fátækur og einhverju svona, ég get samt ekki sagt að ég segi að vera einhverju algjör örvæntingu, ég oft verið fátækur og fátækurinn núna, en ég aldrei, þú veist, ég alltaf með þetta bakland, þannig ég get einhverjum ekki verið að setja mig í spór, kannski fólk sem hefur enga foreldra til að styðja, þannig að ég gæti alltaf komið, það er alveg búið með peningin, gæti ég alltaf komið til mömmu og pappa, það eru niðurlægjandi, en þannig ég get ekki alveg kannski verið sett við, þú veist, í spór fólk sem hefur ekkert. Þannig að ég er miklu forritið á stöðu. En ég nýti mér það er margir sem eru í stöðu eins og ég, en gera ekkert skemmtilegt með það. Þetta grýtt og blóðu gata, sumir segja hún eigi að vera það, að besta listin spretti upp úr harðræði og örbirð. Ég er ekki viss það sé rétt. Stundum að einhverju leyti, allan list sem ég fíla. Oft þegar fólk er bara í einhverju svona þægilegri stöðu, þá fyrir að kannski gera einhverju list sem mjög ekki skemmtileg, einhverju svona listarannsóknir og eitthvað svona, þú veist. En þannig listar eru líka rétt á sér, hún bara ekki fyrir mig. Nei, og kannski ég er alltaf að leita að einhverju svona pínu mannlegur. Þegar ég bjó fyrir norðan, þá var hérna í listagilinu kaffihúsið Kaffi Karolína, þar mátti nú reykja innanhús og það var fullt af bóhemum bæjarins. Þetta voru svona 10-15 bóhem, mörg þeirra eru látin í dag, en það var lífstílinn, hann var þannig sko. En svona þegar maður ber saman einmitt listalífið á höfuðborgarsvæðinu, útlöndum og fyrir norðan, og áskoranir sem fylgja því að reyna að vera listamaður á Akureyri, ertu með svona, líður þér eins og það séu bara nægilega margir sem að hugsa eins og þú í kringu þig? Nei. Nei, ég veit ekki, það má alltaf vera fleiri og hugsa eins og ég alltaf, heldur ég bara alveg fullt af þessu liði og svona, en hugsa eins og ég veit ekki hvernig ég myndi fíla ef ég myndi hitta ykkur sem myndi hugsa eins og ég. Kannski eru þið vinir, kannski myndi ég, það má oft spá því, maður myndi hitta sjálf sig hvernig maður myndi fíla sig. Já, en það sem ég var að vísa til var að þessi hópur sem hittist þarna á kaffihúsunum og hélt saman, hann var kannski ólíkur, en það voru allt saman svona listaspírur, þetta voru bóhem og svoleiðis. Og stundum veltum maður fyrir sér, bara nógu margir þannig pínlítið öðruvísi í bæi eins og Akureyri til dæmis fyrir þig til þess að þú þrífist og það sé nægt súrefni ólíkra hugmynda í kringu þig. Það mætti alltaf vera fleiri og ég finn þegar ég kem til Reykjavíkur það sé svona aðeins auðveldar að vera pínu lúser þar og það er svo mikið af lúserum sem eru bara eitthvað að ströggla í einhverju listabrasi. Maður er eitthvað svona lúser hér, maður, þú veist, er langt frá því að safna fyrir útborgunni í íbúð eða eitthvað. Já, það fólk bara að vinna hjá Samherja með 1,5 til 2,5 milljónir bara á skrifstofu. Já, og bara eitthvað, ég er ekkert í einhverju svona hefðbundu eignast börn og bíl og hús, dæmi. En þessi Reykjavík, ef maður er í miðbænum, það er svo mikið af einhverju svona lúserum sem eru að ströggla eins og ég. Eða lúserum sagt á mjög jákvæðan hátt. Einmitt. Það er svona meira, það er svona eðlilegra að vera bara á 40-aldri eða 50-aldri og leigja með einhverjum skiptirnemum. Það er alveg góð stemning og það er svona, þú veist, hérna Akureyri meira íþróttadót og bíldót. Íþróttir og efnishyggja svolítið? Já, ég er enda svolítið fyrir efnishyggju og þetta er mjög svo gaman að eiga peninga. En ég finnst ekki gaman að eyða peningum. Sérst kannski hérna fyrir aftan mig. Já, kannski. En er það samt ekki þannig að hinu listræna hefur vaxið ásmegin með, hefur bara nefna alltaf menningarhúsið Hof, hefur það gert góða hluti að þínu mati? Hefur þú eitthvað aðgengi að Hofi sem tónlistarmaður? Já, það er alveg gert. Þú veist, breytist alltaf eitthvað. Það er alltaf svo fínt, en ég hef tvisvar staðið fyrir tónleikum þarna. Það er eitthvað styrkur sem held ég árlega, hún har verið nokkuð mörg ár. Verðandi heitir það og ég fekk styrk síðast og hélt tónleika í
október með 3 minni hljómsveit og 2 öðrum innan frá Akureyri. Já. Eitthvað sem myndi aldrei standa undir sér fjárhagslega, það var ekki styrkt dótið. Nei. Þannig að það okkur svona minni spámunum ekki alveg gefið tækifæri til að sýna að koma fram í svona flottu rými og svo þetta er alltaf aðalega eitthvað svona stórbönd sem fylla húsi, annars er þetta ekki tækt aðalega peningar í þessu en flott dæmi og er einhverja sýningar þarna og svo oft einhver fyrirlestrar og viðburðir, þetta bara stemningshús. Já, þetta stemningshús, já. Það breytist mikið við þetta hús. En sko, er ekki akureyska bæjarsálin svolítið þannig að fólk svona fylgjast hver með öðrum og er það ekki líka svona áskorun fyrir listamann að svona augu og þrýstingur á þeir og samanburður? Já, allt mjög akureyst sem ég fattaði bara í flutti til Reykjavíkur að þegar fólk keyrir framhjá manni þá horfa allir á mann, stara allir á mann. Já. Það er alltaf að fylgjast með manni og svona og vera að passa manni. Já. Þeir hægja á sér á meðan röntgenu augun skella á manni. Já. Það er spökulegar hvort þið þekki mann og svona og ég veit ekki alveg og ég reyna að þegar ég fattaði að þetta væri eitthvað fyrirbæri þá er ég að reyna hægt að gera þetta ekki. Já. En það er stemning, annars er ég svona að finna í einhverjum hliðarveruleika í mínu lífi, akkurat núna. Já. Bara þegar maður kemst upp með að vinna lítið í launavinnu, svona hefðbundni. Já. Eða vinnu sem með tímakaup, svo náttúrulega að vinna mjög lágt tímakaup í þessu listadóti en þetta er svona en já, ég veit ekki, það vantar alltaf hann Akureyri fyrir sunnan og að deyja á leigumarkaðnum, það aðeins ódýrari leigumarkaðar á Akureyri. Jú. Það er ekki mjög, hann er dýr en ekki svona fárlegur eins og fyrir sunnan, hann endilega er eitthvað cool lið. Já. Reykjavík eða annars staðar á landinu, endilega komið til Akureyrar, það vantar nýtt lið. Já. Og öllum aldrei. Já, Við auglýsum það hér og nú. Það eru kostir og gallar svo sem við alla búsetu, en ertu stundu svolítið einmana, Egill? Nei. Ég er með svo gott að vera einn. Já. En svo, ég vil ekki vera einn, ég hef kærustu og vini, kunningja. Já. Ég hef ekki verið einsend langa lengi. Nei. Ertu með einhverja sköpunarrútínu eða gerist þetta bara svona hips and taps? Og ég byrja daginn að fara sem kannski ástæðan fyrir því að ánga pening. Ég byrja daginn, mættu klukkan 8 þegar opna kaffihúsið í Gilinu og skrifaði niður í dagbókina mína hvað er fyrir að gera daginn. Já. Og svo ég... Og sukkar morgunmatinn þar? Ég fæ bara sér kaffi þar og skrifa svona skipulaugur og rennir yfir skoðar tölvupósta og svo fyrir maður hingað og svo reyni ég til að vera ekki ömurlegur kærasti að vera komin heim fyrir 6. Já. Og vera svona aðeins, svo það fær ekki út í algjörskjaftaði, að vera eitthvað fram á nótt alltaf. Já. Og svo bara þannig að maður bara finnst gott að hafa rútínu og ég elska morgna þegar maður þarf ekkert, þegar maður þarf að fara í vinnu og þarf að mæta ykkur klukkan 8, þá er leiðilegt að vakna á morgnana þegar maður lifir svona góðu lífi eins og ég, það var ríkið upp 7 á morgnana. Já. Lífið er svo gott. Já. Það er svona oftast. Þegar þú semur lag, kemur það, þú veist, hvernig gerist það? Getur eitthvað lýst í? Það fer eftir í hvaða græjur eru notaðar. Það veit ekki svona tæktilega séð bara svona þetta einföldamynda. Það var bara vanalega að finna maður eitthvað trommubít, oft basslín yfir og svo gerir maður lagið og svo semur maður eitthvað texta, þú veist.
Já. Stundum ég með einhverju línu eða einhvern texta sem ég kringum, en oftast bara dundrar maður svo út. Já, hefurðu vaknað eftir draumfarir með flotta melódi í hausnum? Nei, stundum textabrot. Já, textabrot. Já. En aldrei laglínur. Nei. Þannig ekki svo í muni. Þá getum við sagt að þú sett vakin og sofin í þinni list ef textabrotin koma til þín líka. Já, það er gífurlega águst. Já, águstin eru mikil. Bara hvað sem við vakið að segja og alltaf. Það er brasa. Já. Eiginlega gaman að heyri þér. Þú ert hérna aðeins öðruvísi viðmælandi heldur en margir aðrir og þökk sé því að þú ert að berjast við þetta vanþakkláta hlutskipti að reyna að vera listamaður og hérna Akureyringarnir eru fínir, þeir eru hérna gott fólk og gott að hafa þá í kring. Þeir eru hægt að keyra svona háværa bíla. Já. Það er verst af Akureyri. Bílar að keyra upp brekkur. Já, og svo hugsa þér allt of vel þessa bíla, sko. Þetta er ekki í lagi að það sé verið að bóna þetta 3 í viku, sko. Það er miklu frekar að vera að mæta tónleika með þér bara. Geta pening. Kaupa varning. Já, einmitt. Heyrðu, en hérna, Egill, ég er þá að hugsa að bara þakka þér að sinni fyrir hérna þetta skemmtilega spjall og óska þér góðs gengis í þinni list þarna á Karlaklósettinu í Listagilinu. Mjög svona mikið maskulín orka hérna. Er það ekki? Mikið að byggja hérna á einhverjum hormónum í loftinu frá klósettdögunum. Já, einmitt. En kannski nær maður að hitta þig einhvern tímann á Akureyri þegar þú ert með tónleika þar og eins og ég sagði áðan listasumari, það er margt góðra viðburða væntanlega þótt við ætlum ekki að fara yfir það hér og nú. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Kannski bara hvatningar orð þeirra sem langar kannski að gera eitthvað en þorði það ekki á bara það er mikilvægra að gera en að gera vel. Já. Nefnum maður sér byggja hús, þá þarf maður að gera vel. Einmitt. Láta óttan ekki stöðva sig. Svona oftast. Svona varnagla. Já. Ef það er ekki siðferðislega rangt, þá er það maður ekki út okkar stöðu sig. Einmitt. Mjög gott. Það var að tala varlega hérna í beinni útsendingu. Já. Fólk kann ekki eitthvað frem ykkur hægilega glæpi. Hún er ekki bein, en hún verður til á YouTube aldur og ævi. Nú er ekki bein, já. Nei, þú varst ekki bein, nei. Ok, þá getur slappa af núna í endan. Þú getur verið rólegur til kvölds. Egill, bestu kveðjur norður og hafa það sem allra best og vertu blessaður. Takk sem leir. Takk, vertu sæll. Bæ. Og með þessu skemmtilega spjalli við Egill Loga Jónasson, bæjarlistamann á Akureyri, lýkur rauða borðinu í kvöld. Og það er 50dagur sem þýðir að við verðum hér næst í loftinu ekki fyrr en klukkan 8 á mánudag. En hafið engar áhyggjur því það er alls konar efni á milli þess tíma. Á morgun þá verður beinútsetting vikuskammtur þar sem við förum yfir fréttir vikunar klukkan 16 og stórt viðtal á laugardagsmótni, helgar viðtal. Og svo úrval besta efnis vikunar, síðar á laugardag að ógleymdum synir Egils, þjóðmálaþættinum sem við öll elskum að horfa á sunnudögum. En ég heiti Björn Þorláksson og mér langar bara að þakka ykkur fyrir að vera með okkur í kvöld, fyrir að hlusta og horfa og minna á það að ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja okkur samstöðuna en hafið ekki komið í verk, þá er það minnsta mál, fara bara inn á vefslóðana samstöðin.is og haka við flipa það sem ástendur áskrift og fyrir litlar 2750 krónur á mánuði gerið þið heilmargt til þess að tryggja það að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En segjum þetta gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn og gerist áskrifendur.